Það föstudagurinn 7. febrúar og FM 95 Blöður hafi göngu sína á þessum fínasta föstudag. Ég vona allavega að sé að fínasti föstudagur. Svei mig þá, Auður Blöndal heiti ég og sitt hér í mínu sæti og já, við erum með fullan bát í dag. Það er bara þannig, ég mista síðasta föstudagi því að það var náttúrulega úrslitið þáttunni allir geta að dansa, en það er fullu bátur í dag og beint á móti mér sitja tveir kumpánar. Annar er fyrirliði þáttanins, ég ætla að byrja á honum. Hann er strípaður, massaður og myndalegur. Vertu velkomin Egill Einarsson. Takk kærlega fyrir þessa kynningu. Hvað ertu í dag? Ég hef ekki verið betri held ég. Aldrei? Held ekki. Það er gott að þér, þú verður betri með hverju vikunni. Já, eins og núna styttið til sumar með hverjum deginum. Ertu komið voru í pung? Já, ég minna, þú veist, Komið febrúar? búið að vera ekki bara mínus í vikunni. Maður fagnar bara rigning og hita. Já, veist það. Ég held að það sprengilega þarna séu búnar í bili. Já, eins og þú hefur nú gaman á orðinu og það verður kannski ekki gaman á læðinni sjálfur. Ég er gaman á þessu orði, ég verður ekki með það. Já, það hefur ekki farið fram hjá neinum. Það munu koma fleiri sprengilega, þetta er bara pása í bili. En beint á móti, já, fyrirliða þáttarins situr töskuberinn okkar Steinþór Hróar Steinþórsson. Hvernig ertu? Ég er fróandi fín og fyrstandi góður þetta. Viltu heyra hvað ég er góður? Góttu með það. Ekki fyrsta síðan sem þetta hljóð kemur á þér. Nei, ég er í góðum kýr og veistu hvað, auðvitað, nú er ég svolítið fúll út í. Akkur, að við kallaði töskuberann. Já, náttúrulega það er ekki gott að vera töskuberi. Það er glata. En ég held myndi kalla mig fyrirlið í dag. Af hverju? Af því að ég fekk tölvupóst. Þú ert náttúrulega varafyrirliði. Já, býta aðeins. Já. Ég fekk þetta verður ekki langt. Nei. Ég fekk þetta sent Já. og það er bara svoleiðis. Já. Sælsteindi, ég er mikill aðdáðandi ykkar FM 95 Blöðmann. Ég hlust alla föstudag okkur strákana en að máli málana. Eins og oft hefur komið fram þá þú haldið fram að Justin Bieber hafi verið á dælunni lengi. Er það ekki farið, þetta kemur í slúðurinn. Já, ég ætla rétt að segja eitt. Nú er komið í ljós að hann var að taka e-töflur, ofskinunarsveppi og kannabis. Þannig að mér finnst rétt að auðvitað kynni þinn í næsta þætti sem fyrirliða þar sem þú er búin að sokka Auðun Blöndal. Að því miður kynntið ekki sér fyrir. Nei, það þarf miklu meira. Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara mun betri í Já, þetta. ég er með þennan móla í slúðurinn eftir þannig, við skulum ekki ræða hann núna. En hvernig þú ert fyllandi góður og fróðandi fín? Ég hef ekki verið betri. Ég er bara í geggjuðu stuði og svona, já, víst að við komum alltaf, já, bara Hreint fram. Já, þú veist. Við erum ekki í beinni núna. Við erum ekkert í beinni. Nei. Heldur er ég líklega komin vel í glas. Út mökkaði núna. Já, stattur í Atlantic City. Já, við erum á leiðinu okkar, við erum nú ennþá í New York. Já, Sko, nú er klukkan 4, hlustari, hvar eru þið í ferðalæðinu okkar núna? Við erum í New York. Já, Alveg vel búnir á því. já, þið farið á 5, þannig að þið eru komin á dag, já, þetta er dagur 2. Já, við erum líklegast við skýtur í limósíu á leiðinni til að. Já, er þetta limmo á ferðinu? Já, þetta er Það dagurinn. stillið bara þá. Já, við erum pottitt að hlusta núna í bílunum. Ég trúi ekki að við séum á leiðinu okkar. Jú, út á leiðinu okkar. En þannig að þetta er svona í dag má segja, veist, eins og bara uppáhaldspodcastið með Dr. Fútból, þá er alltaf að tala við droppum eftir hádegi. Já. Við droppum þessu sem við erum að taka upp núna á föstudaginn klukkan 4. Þannig að þetta er svona podcast. Og ég held að þetta verði skemmtilegt. Já, Því já. að þemað vil ég meina að sé í dag Atlantic City. Já, og ferðin svolítið. sem getur þurft að ræða hana í seinna eftir. Hvað eru þið að gera akkurat núna er mjög skemmtilegt. En þú verður áttað á því, Egill, að við skömmumst okkar fyrir að vera þarna. Já. Þess vegna viljum við ekki vera hamraði. Við vildum koma fram hreint og segja fólki að við værum Já, það. já. Við segjum líka eftir hverja ferð þetta sé síðasta. Reyndar er eiginlega að standa við það. Þú komst ekki með Ég meina að þið hefðu getað bókað, ég er ekki að greinast, alla aðra staði í heiminum, ég er á leiðinu fyrir vel núna á 15. En af hverju ekki Atlantic City? Viltu segja hlustendum af hverju þú vilt ekki fara á okkar? Hvað kallað þú Atlantic City? The Hellhole. Út af því að þetta var eitt vinsæsti staður í heiminum 1850 og það er 2020. Þetta er svona eins og að vera bara í Walking Dead þegar maður er að labba Þú þarft auðvitað Hvað, 47% atvinnuleysi eða eitthvað? Þetta er, áhverju erum við það? Áhverju erum við að leiða það? Eina ferðin enn. Af því að þú þarft að taka þetta á þig Nei, það er ég sem pantaði og þetta. skeina vininu frá sögðarpinu. Af hverju þeir vilja eftir að fara þangað er óskiljanlegt Já. og af hverju ég er dregin með þér ennþá Ég furðulega. lofa ykkur, þetta er síðasta ferðin til Atlantic City. Akkur ekki Það bara er þannig. Vegas. Já. Þú getur verið Jón í Sundlaug og Já. Gamla at the same time. Já. Já, Og bara í Vegas getur actually farið að sjá eitthvað. Við vorum að reyna að googla núna hvað við getum gert á laugardögunum í Atlantic City. Gerir ekki neitt. Það komur hljómsveitir og skemmtikraftar sem ég hef aldrei heyrt Jú, það er einhver aukaleikar í Everybody Loves Raymond sem uppistast þetta lögðarskvöldum. Já, sem að léka ykkur 14 Við erum ekki að fara á það. Og sér líka sko eini tíminn sem Atlantic City er skemmtilegur er kannski svona júni, júli þegar það er gott sunshine veður, á já. ströndinni.
Nei, hvernig fara kóksararnir? Í febrúar? Ég nægis Veistu að ég er að hætta við Akkur ekki bara fara í júni, júli þegar 30 gráður og getur á ströndin í millis þetta gamla Þetta er óskilja Við erum að fara að fljúga á morgun, við getum ennþá hætt við En veistu hvað, Þetta er að draga mig niður Ég var í geggjum gil, það er að hlakka til Ég get lofaði því að þegar þessum þáttur í loftinum þá erum við komnir í einhvern hættulegan gír Komnir í góða heiminn. og þá erum við bara sáttur að vera Leiðir líka fólki svolítið að fylgjast með The Hellhole Við erum svolítið virkið á Instagraminu En við höfum alltaf verið með Við höfum oftast kallað þetta hérna ásætti F95 blöð sem er þetta núna þegar þú kemur ekki Þetta með er bara ekki ásætti, því miður, bara að spila fylgja ferð En þetta er ekki, mannst ekki þetta reglunni bara niður með símana það veit enginn hvað Nei, nú er í gangi símana upp sko Og líka ekki bara finna ykkur á góða ramma Eitthvað svona, hörðu, þetta er lúkkari sem við séum ekki alltaf í sitt Ég vil að þið gefið fólkinu bara Þetta er hrátt, hvernig er að vera Viltu bara, actually, ok Ég vil fá spautufiklana og reykið og veikjunum og Ég vil fá alltaf Eftir að spyrja okkur hvort við getum hendinn bara Atlantic City á Instagram með okkar eins og þeir í alveg Sýna hvernig það er, þannig að engin Íslandingur þetta í huga fara Já, veistu það, ég ætla bara að gera þetta Jú, ég get bara tekið þetta á mig Ég skal sýna hvernig þetta er í raun og veru Ég hef aldrei sé Steinda jafn hegslaðan og þá varst þú nú með í þeirri ferði Þú hefur nú komið hann alveg 5 sinnum með Já, ég veit allt það Ég man, þú voru með að spila blackjack og Steindi rífur sem í axlina með Auði, sást þetta? Það er gauð þarna í síðum leðufrakka jogging smellubuxum og hann bara setja ösku yfir balli Hann öskraði yfir úlengin og hann var í einhverju slott þar Þetta var ótrúlegt Þú myndir ekki sjá það í Vegas Nei, nú sér það ekki til Vegas Það er bara velnett fólk í Vegas Þetta er, ég veit Og sér ekki líka geggja Hard Rock hóteli í Tampa, þú veist, 30 gráður Þú varst nú, akkur fyrir ekki þáka til dæmis Já, talaði við Sauðárkrókinn Þetta eru þeir sem er að stjórna þessu En við erum með þrusu þátt fyrir ykkur í dag Kæru hlustundur þó að við séum ekki í beinni Egil Hlút með spurningefnara hvað er það í dag Ég held að það sé best að vera ekkert að ræða það bara fara bara í það aftur En þú vilt ekki segja frá því, þá er það eitthvað hræður Ég vil vita hvað hún er allavega Það er King of Atlantic City Sjokker Það er þetta allt í lagi Er það allt í lagi? Það er ympislegt Ok, orðuð að þannig Hver er kóngurinn? Ég vil ekki vera kallað kóngurinn í Atlantic City Þú ert kóngurinn í Atlantic City Hver tekur þetta? Ég andin hafið það Svo erum við með augljósa staðrindir Augljósa staðrindir það, já Engamálið Engamálið snýr Við erum ekki verið lengi Nei, við erum með kortmyndur frekar myndur fyrir cash Við erum með sturlar Og það er bara, það er nóg að vera Við ætlum að vera með veistlunandekur í dag Og við ætlum að hafa þetta eins skemmtilegt og hægt er Því að við munum hlusta á þáttinn sjálfur í bílnum á leiðinni til Limmunni Hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Fyrir ykkur sem að voru ekki búin að átta ykkur á því Og það er, þú varst nú búin að lofa íslensku slúðri En við vorum bara að geyma það, það er ekki í dag eða? Nei, það er ekki í dag En ég er búin að fá ríkalega mikið á tölvupóstum Og inboxi er að fyllast hjá mér Gæti verið næsta föstudag? Já, það verður næsta föstudag, það er staðfest En það er komið að slúðru og ég veit að Steindi Junior er búin að bíða lengi eftir þessum slúðupakka Já, ég er bara búin að sokka þið svo mikið Þú ert ekkert búin að sokka mig Og bara svo vitur, við þurfum að ræða þetta nú Því að þetta er ekkert allt rétt hjá þér En ég held að ekki farið fram hjá neinum í vikunni að Justin Bieber opnaði sig í þessum YouTube þáttum sínum Já Og vill meina að hann hafi verið í klikkaðri neyslu eins og hann orðaði að klikkað hættulegri neyslu og hann opnaði sig með það að hann hefur verið að taka kannabis, e-töflur, ofskynjunarsveppi og þetta var vist orðið það slæmta á tíðanbili að hann vaknaði, fekk sér jónu og eitthvað örvandi til þess að koma deginum í gang og sagði að þetta hefur náttúrulega verið mun verra fyrir hann því að hann var allur heimurinn var að fylgjast með honum og hann segir hafa notað fíknefnin til að flýja álagi sem fylgir því að vera einn af frægustu tónlistamönnum í heiminum hann er nú ekki einu tónlistamönnum sem hefur gert það Nei, en strákar, nú ætla ég aðeins að nú spólum við aðeins tilbaka nokkra vikur En það sem er líka í þessu steindi hann er hættur þessu því að hann hefur fundið Jesus Ég sagði það líka Þú sagðir að hann væri bullandi neyslu núna og svo myndi hann málega það, ég vissi alltaf leið og hann fór að vera rosalega kristinn og trúaður þegar menn taka skyndilega upp á því að vera öfgatrúaður eins og hann gerði þá vissi ég bara að hann var búin að gangi gegnum hell Ég sagði, hann er búin að vera í
bilar í neyslu, krakkin hann er búin að vera dælun, ég sagði að hann var fann að sprauta sig í hælinn og það er næstu í þannig. Nei, hann var nú ekki í sprauturnálun. Hann var að bryðja þetta. Er það verst að, ertu komin alveg á botnin þegar þú byrjar að sprauta í hælinn? Já, ég myndi segja að það væri algjörlega botnin og þú komin í bara díselinn. En málega það sem er að gerast þarna og þetta er skólabókadæmi. Hann náttúrulega var súperstjarna. Hann byrjar í hörðumefnum og það sést náttúrulega bara þegar hann giggar á Íslandi fyrir nokkur árum. Hann meina að þú veist, dansararnir á sviðinu voru meira all-in en hann. Þetta er liðlustu tónleika sem ég sé. Já, hann var bara komin í rugl. Svo fer hann í grimmakislu, hættir, finnur trúna að sjálfsögðu og síðan kemur þessi eins og ég vissi líka að hann kæmi hérna svona einhvers konar minnimáttar heil heimildamind, ekki yfirlýsing, heldur svona Kevin Hart dæmi, bara heil bíómynd hvað hann er nættur, segir frá þessu sem hann er að gera og nú er hann orðið mjög kristinn. Næsta dæmi sem gerist og nú ætla ég að halda áfram að kalla þetta er að það mun líða kannski einhver tími, eigum við að segja ár kannski, eftir ár þá mun hann stíga fram og segja djúvill er ég búin að vera í miklu rugli, ég er búin að vera hérna að frussa pening í kirkjuna. Nei, og ég er næstu bara komin á kúpuna, ég er búin að eyða öllum peningunum í trúna. Byrjar Jay-Z hatrið þig? Nei, þetta er bara skólabókadæmi. Það er ekkert að því að maðurinn hann fyndi trúna. Að sjálfsög ekki, en það er giftur núna. En það sem ég er að gíska á er að menn séu að nýta sér það og eru að taka af honum allt rastur. Hefur lengi verið ekki það stend en og kannski að taka fram úr þér með þessum punktum öllum, en þú hefur verið svona okkar helsti sérfræðingur í slúðurinn. Er þetta rétt hjá Steinþóri? Já, sko, hann var á dælunni. Það er rétt og stefn. Ég þarf að hósa hann fyrir það. Steinþóri er búin að vera mjög naskur með það vissi náttúrulega allir að hann var í einhverju bulli. Svo með Pamela Anderson. Já, Pamela líka. Það er næsti móli. Já, ég sagði, hún verið skilin eftir korter. Hún var skilin eftir 12 dögum. Við erum að fara í þann næst. Þetta er búin að vera, maður var hóst Steinþóri, þetta er búin að vera ótrúlega vel gert hjá honum, en ég skil ekki alveg að hann bara elskar Jésu og svo ég og Blöð og ég hef alltaf og það er ekki allir sem er að fara á dæluna sem elskar Jay-Z, mikið allir sem hlusta núna sem er ekki verið á dælunu og elskar Jay-Z. Það má heldur ekki miskilast að ég hef ekkert að móti Jay-Z. Nei, menn þessu var helviti góður. Ég er bara að segja, þegar að menn koma með látum inn í Jay-Z heiminn og það er alltaf bara ákveðið hætta sér fylgi. Hann postaði núna fyrir 14 klukkutíum, nei, fyrir ekki, við erum ekki betni, afsakið, postaði á þriðjudaginn. The name above all other names, Jesus. The name that brings dead things to life, segir Beat Machine. Síðast í pósturinn þannig að hann gefur ekki tómm Ég kom með ég ætla að gíska á eitt nýtt Ég ætla að segja að hann fari bráðum að fjármagna kirkju. Já, hann er að því, hann er að dæla peningum í kirkjuna. Er hann að því? Já, eins og bara allir sem eru frægir. Þá er þetta 100% sem ég var að segja það. Hann mun koma tilbaka, þá er hann búin að eyða svo mörgum milljörðum í þetta rugl að hann mun ok, þú mátt alveg monta það því að þú hafa verið með þetta rétt með Jay-Z, nei þetta með Bieber, en hætta að rakka niður Jay-Z er nokkað lagt. Til það mikið með þetta. Ég er ekkert að rakka niður Jay-Z. En það komið að næsta slúri og það er Pamela Anderson. Hún, þau eru hætt saman 12 dögum eftir brúðkaupið. Leikonan Pamela Anderson og eiginmaður hennar John Peters þau eru ekki skilin en það er verið að sækjum skilnan. Getur ykkur útskipt fyrir mér hvað í anskotanum gerðist á þessum 12 dögum? Já sko, þetta er, hérna kemur, þetta er líka sko hérna Andersson sem er þekktust fyrir hlutverksveiti hérna í Strandvörðum segist vonast eftir stuðningi almennings á þessum erfiðu tímum. Hvað erfiðu tímum? Þetta er, þau voru saman í, veist, í korter. Þetta er enn einn ástæða málið að og við vorum með svona hengslegt það, okkur þurfa að giftast þau þekktust alltaf. Ég veit út af hverju. Er þetta með þetta? 12 dagar? Þegar þau gifta sig. Brittany var í ykkur á 2 dagar. Sko ég held að þegar svona frækt fólk giftir sig þá eru bara einhverju skilmálur að hún kemur með x mikið að inn og hann og það er bara þannig. Þú veist, hennar er, þú veist, þannig að þau gifta sig og svo skilja þau eru framan á öllum tímaritum, þetta er bara til að sækja fréttir ángríns. Vantaði Pamelu bara athygli. Já, hún bara gifti sig, skilur, hún tapar ekki krónaði, fær heldur ekki krónaði, en hún fær allt publicity. En var kaupmálið hana? Akkur fær hún ekki krónu? Að því ef hún var að giftast einhverjum gæja í 12 daga, já, ég meina það er gifting. Hann er mold ríkur. Já, ég meina þú ert að hlýta. Ég ætla að kaupa hennar mig. Ég ætla að segja kassa. Já, það er bæði. En ég meina að mögulega fyrir hann líka, þetta er Pamela Anderson lítur að pening. Haldið það sé erfiðu tími hjá henni núna? Eftir þetta hjónaband? Nei, finna nýja gæja á nanosekundu. Ég held að henni gæti ekki verið meira saman. Hún er auðvitað að fara að gefa eitthvað út og þess vegna þurfti hún aðeins að fá smá publicity. Heldur það sé að koma að bóka eitthvað? Já, það er að koma eitthvað bóka eitthvað. Hún er bara að tróða sér fram á nokkuð blöð á hvað heldur skilna. Ef það kemur frétt núna nokkar daga, Pamela Anderson ekki út bók
Þá kaupi ég kórun og setja það er bara það slúður kongur Svo það, já, þetta er nú leiðilega fréttir en það er að menni Shannon Doherty, vitið hver það er? Nei. Já, Beverly Hills Já, Brenda, okkar úr Beverly Hills en já, hún er með 4. stigs krabbaminn sem er alveg ræðilegt hún var með, hún fekk krabba árið 2015 og hún var sigraðast á því 2017 en svo er vist komið aftur sem er ræðilegt og þetta ég er eins og ég hef oft komið inn á hérna í FN95 blöð mikill Beverly Hills 902 nómaður mistum Luke Perry alltaf snemma og Ætli hún sé ekki bara í kringu 40 eða hvað er hún? Já, hún er svona 45 ára myndi ég halda Já, Þetta er agalegt Þetta er ræðilegt En Eitt þungur móli Já, þetta er svona þunga móla Já, ég þetta væri svona stemningsmólar en það er bara svo það er Já, það var lítil stemming í þessu Þetta er bara að þetta var Beverly Hills og þetta er mér kært En Egil getur nú komið með eitt aukamóla Patrik Schwarzenegger var nú að henda í rándýrt kommentana á Instagram Já, ég ætla að fara yfir það, sko, það er það stórt Ég ætla að fara betur yfir það eftir Þetta er ekki, ég get ekki rækta Ég get ekki rækta í rólegheitur Sér innkomu Við þurfum ekki sér innkomu Patrik Schwarzenegger Þetta er huge Á hverju segir okkur Ég þarf að segja þetta sér einhver Sér Já, þetta sér einhver Er Patrik Schwarzenegger að gera eitthvað? Nei, þetta er mest að nóbóti sem við vitum Hann er að leika mikið núna Það er mjög góð dómandagi fyrir að vera að leika ykkur mynd Ok, þú ert með tölvunum fram að þig Ekki að horfa á tölvuna, horfa á mig Nefndu mér eina mynd með Patrik Schwarzenegger Firefighters and Aliens sem var hann í Fire vs. Alien, hvað er það? Rosaleg mynd Firefighters and Aliens Hann er málið hann er að standa sig fárlega vel og hann leik í myndudaginn og það er bara allir að tala hann að staða sig fárlega vel þar Hvað allir? Pappans? Daniel Isn't Real það er myndi sem allir að tala Hvað er eitthvað draugamynd? Það er myndi sem hann leik í Daniel Isn't Real, hann leikur Daniel í svona mynd Við þurfum að skoða það að hafa þetta sér Já, ég er bara gætur þetta að setja stopp á Ég þarf að ræða þetta eftir Þetta var slúðurbaki dagsins og við verðum að gefa steinda það að hann var með þetta hárrétt með bæði Pamela Anderson og Justin Bieber FM95 blöð á FM957 Veitingastaður vikunar á FM957 er Culiacán. Culiacán býður upp á mexikóskan mat eins og hann gerist bestur. Hollur matur sem smelt passar inn í nútíma hugsunarátt heilsu og hreisti. Inn á culiacán.is er hægt að skoða matseðilinn í heilsinni, panta og sækja. Fylgstu með á Facebook síðu FM957 og þú getur unnið Mexiko Party fyrir 4 á Culiacán. FM957 og Culiacán. Já, góði landsmenn, margir sérfræðingar að spá Íslandi góðu gengi hérna á stóra sviðinu í Evrópu. Það er einhverja líkur en auðvitað er þetta bara leikur á tölum og peningum. Numbers and money, þess að ég segja hérna úti. Nú stefnir hann í 12,2 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Á morgun verður reið í Hörpu með Uppsami frá Hollandi og Pluto DJs. Sjáumst á dansgólfinu. Miðasala á harpa.is, /vetrablót. Landsbókin, Harpa og Smirnoff. Vonandi þessi sími tryggður. Viss farsímatryggingar. Þú veist að hægt að stóla á Hlölla og Coca-Cola. Hlöllabátar, alíslenski bátar síðan 1986. Hæ, áttu nokkuð 10 mínútur og er jafnvel komin tími á skoðun. Þú kíkir bara á okkur á næstu Tékklandstöð, inni með bílinn, 1 kaffibolli og Tékk. Tékkland, ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk. Vetur er kaldasta árstíðin, en ámaður þá ekki að vera kaldur og bara að vinna pottinn helgina? Lotto, leikurinn okkar. Hver eldar í kvöld? Láttu okkur sjá kvöldmatinn. Nings og kroppurinn blómstrar. Í kvöld á Stöð 2, hlustendavelunin brota því besta. Farið yfir sögu hlustendavelunina. Og strax þar á eftir koma grínmyndinni góðu Austin Powers, The Spy Who Shagged Me og kvikmyndinni Happy Time Murders. Hafðu það gott með okkur á Stöð 2 í kvöld. Öddi, Steindi og Gils í FM95 blöð. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. FM957. Cut my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason I'm yours. I'm yours. I know the earth will lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws. No flaws.
Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er full mannaðu bátur og það er komið að dagskráliðinu myndur fyrir cash. Já, ég sé mann í dag. Ég er nú oftast með hvort myndur frekkan en Steindi, þú heimtaðir hann í dag. Já, ég vildi víksla, það er svolítið gaman að breyta til og en ég er mjög spenntur að heyra hvað þú hefur upp á að bjóða í dag og yfirleitt ertu með fínar upphæðir í þessu. Já, ég er með 3 fínar spurningar þó ég segi sjálf frá. Og ég ætla að byrja á einni, ég veit að Egill pottit sé að ég gætur þetta að finna þetta hérna og sína þetta, Steindi. Það gerðist á fótboltaleik í vikunni. Já. Þá var einn Newcastle aðdáandi, heldur með sama lið og þú. Já, minn maður. Hann var helviti peppaður þegar Newcastle skoraði. Já. Hann hljóp niður tröppurnar og tók þyrlun á tippin á sér og það náðist á kameru og fór út allt Twitter. Þetta er mér að sjá. Og hérna nákvæmlega er þetta hérna. Í rauninni hristi sig bara. Já, hann var svo peppaður. Hann hljóp niður tröppunar, gitti niður og svo tók þyrlun á félagaðu. Já, það er klift helviti hratt frá hann. Já, auðvitað, því að kameran sá bara hvað var að gerast. Já, þetta er alltaf live, þannig að þú getur ekki bara mikið. Að ég spyr ykkur, mundu þið fagna svona marki með ykkar liði, það mundi nást á kameru, jafn lengi á þessi gaur. Taka þyrlun á okkur fótboltaleik. Þú hlýtur að fara að koma með alveg upp hæ núna. Fyrir $1 million. Það er 130 milljónir. Myndið taka þyrluna á Valur KR. Er þetta nákvæmlega eins og þessum? Já, það sést jafn lengi og þessi eru bara á milljón. En málið er að þetta er náttúrulega bara ekkert hægt. Þú getur ekki bara verið að taka þyrlun á okkur fótboltaleik. Er hann ekki, hann svona hristir hann sjálfur hann vel peppaður. Hann er svo peppað, maður sér hann fer upp með hendurnar, svo bara beint niður með joggingbuxur og hristir á þessu titlingi. Hvernig var í vinnunni hjá sem manni daginn eftir? Þetta fór út allt Twitter. Ég held að verði nett hetja í vinnunni. Þetta sýnir passion. Þetta menn kunna meta svona passion. Er það passion að taka þyrluna? Já, ég meina, hann var það peppaður að vissi ekki hvað það gera. Oft er að menn að fagna til dæmis bara þegar Hjöppi var að fagna hann vissi ekki hvað hann að gera, hann bara reif svo ofan hljópnuðu stúkuna þegar Eiður hrinti fólki til að komast niður á og bara vitstóla af cashin hann er alveg þetta gert niður sérna og gert þessi gæði, tekið þyrluna sko. En máli er já þannig að þetta er bara að þú ert ykkur smá geðveiki og það peppar, ég þarf að gera, hvað er að gera? Ég hef hoppaði fangið og vel þykkum manni á Old Trafford. Já, bara einhverjum móki. Þetta er bara eitthvað sem gerist. Ekki svipað, ég tók ekki út með titling. Nei, en sko, ok, ég er að reyna að setja mig í þær aðstöður að Andy Cole, Alan Shearer, þeir eru allir inn á. Já, nei, sko, ok, við þurfum ekki að fara neitt við þetta. Það er bara, Ísland skorar. Já, við komist á EM og það næst svona myndbrota af ykkur í stúkunni. Mér finnst aðstæðunar fyrir $1 million. Vera svolítið atriðarna, þú veist, það vart að fagna marki, þú álur passion í þér að sérst að þessi gæði með ekki samanliðið sinn sko og hérna, þú veist, hann gerir niður úr sig og hann hreisti sig, hann ánað með marki. Þú veist, ef þetta væri snákala sama atrið en hann fyrir utan leikskóla, myndi ég segja nei. En þú veist, hann er að fagna marki, passion, sænaði mig þetta fyrir $1 million? Já, djúpell er það fyndið. Þegar ég er bara að kalla passion-gilsi, ekki hristir-gilsi og það er allir að tala bara passion er í gilsaðan. En haldið í alvörunni, sorry Steindi, haldið í alvörunni að honum að verið fagnað í vinnunni daginn. Já, ég held að það sé kongurinn og ég held að það var tolerant. Já, haldið hann ekki verið okkur bara fylgum bönnur. Hann var það gladur að hann hristi sig. Ef hann að vinna hjá 500 manna fyrirtæki, það er ekki allir ókslega ánægð með hann að vera að hrista sig. Hann virkar alveg alveg heilbrigður þessu gauð. Ég held að þetta verið trending núna, þú veist, það er búin að gera þetta núna og gera mjög. Sko, ég veit ekki hvort ég sem er nógu mikið passion fyrir íþróttunum, en þú veist, ef þú ert að spegla þetta kannski þá bara í eitthvað annað eða eitthvað, þú veist, ef við erum farin að vera bara með það í hitaleiksins, í passioninu eins og fyrir þig kannski og Gunnar Nelson bara það úti, þú veist, vel hæpaður upp og hann kirkir hann og þú hristir og vinnur belti. Já, þetta væri bara ef Gunnar Nelson væri að vinna belti í UFC og væri að kirkja eitthvað náunga bara upp á belti. Já, þá gæti þetta dottið inn. Þú veist, ég er að reyna að spekla þessu hérna. Ég myndi borga svo mikið pening fyrir að sjá annan ykkar í stúkunni með þyrluna í gangi, maður. Já, nei. Þetta er líka svo, kameran er rétt fyrir á hann hristi sig og kameru gæti að zooma í kvelli hérna í burtu. Ok, þessi báður í á. Þá er það næsta spurning. Mundið þið flytja og búa í Atlantic City fyrir 50 milljónur og vera þar í 2 ár? Fyrir 50 milljónur? Já. Hversu fljótur heldur að væri að eyða þessu pening og þú myndir búa hjá kasínó á 2 árum? Já, þú varst að búa í borginu og þú mátt ekki fara þaðan. Er borgarna? Hvað, þú mátt koma þetta 10 sinni? Já, þú fór að fara í outletinu og svona, þetta er borgarna. Já, ég held að þetta væri bara tætt á götur. Nei, þetta er borg. Sko, hérna, 25 milljónur ári. Já.
Myndir ekki láta þið hafa það? Ég hef sagt 50 ári, það er strax verið svona fýtt dýl sko. Þú byrðið í Bandaríkjunum Atlantic City, þú getur farið á the board Já, ég veit nálega New York og svona, þú veist, þú getur sippað þér yfir. Nei, þú mátt það ekki, þú verður að vera hann bara. En það er það mikið glæpatíni þetta. Það er það mikið glæpatíni. Ég myndi eiginlega frekar vilja bara fara einn og vera alltaf að heyra í familjíun á Skype en að vera með familjíun og láta dóttirinn í skóla. Það er ekki það mikið hellhól og þú myndir ekki þora að vera með fjölskylduna. Það er 50% atvinnuleysi. Nei, 37% eða 40%. Það er rosalega, ég veist hvað er mikið atvinnuleysi. Og mikið, það er náttúrulega rosa rugl í gangi. Þetta er stór hættuleg borg. Þannig að ég myndi ekki vilja að dóttir mín sem verið 5 ára væri bara valsandi að num. Nei, kannski ekki. En þú veist, ég er að vera hreinskilinn. En með peningurinn er náttúrulega geggjaður. Og ætlaði að segja já eða nei. Ég veist að ef þú hefði sagt, þú veist, New York New York, ég myndi borga Boston, eitthvað svona, eitthvað annar staður í band, einhver annar staður, ég hef ekki sagt hvaða staður í band, ég satt já. Þannig að þú segir nei. Þetta er hell ríkfallin hús og það er enginn hann. Þetta er nei. Al Capone maður. Já, í gamla dag. Gamla dag, 1800 og eitthvað. Steindi, já eða nei? Ég ætla að henda á nei af því að þetta eru, ég veit þetta eru geggjaðu peningur og þetta er náttúrulega life changing amount. En þú þyrftir samt að fara. Þetta er ekki life changing amount fyrir þig. Að fá 50 milljónir er life changing amount. Ekki fyrir þig, nei. En að vera með familíuna og fara eða 1 í 2 ár, ég er ekki meðnýtt, ég hafa enga vini. Ég myndi alltaf bara taka fjölskylduna með. Já, kannski, ég dæmi þess að borga ekki gett mikið á þig. Já, ég ætla að segja, þú snurðir með mig. Ég meina, en ef þú næri aftur smá flugi. Já, þetta er bara ævintýri fyrir familíun að búa þetta, ég hlust ekki á þetta kæfta. Ég myndi hjálpa til að ná hana flug, ég myndi bara fara að vera með ykkur activities og pappunum og vera að vera Þetta er mynd af Al Capone að labba á the boardwalk með vinnu sinum. Já, þá var þetta upp á sitt besta. Þá var þetta, já. Það var hérna, hvenær var Capone? 1940 kannski, 50. Já, síðan fer hann í Alcatraz. Og síðan þá hefur ekki verið gert handtakana, þetta er bara búið að vera í niðurinn. Þá var þetta party place, síðan fór þetta downhill. Þriðja og síðasta spurningin í myndur yfir Cash í dag. Mynduðu húðflúra foreldri eitthvað nakta yfir allt bakið okkur? Þau standa hönd í hönd. Og þetta er alvöru myndaðum sem að þetta er bara málega að teikna eftir. Þau standa svona, halda hönd í hönd og þið fáið 150 milljónir. Og hvar var þetta? Yfir allt bakið þeir. Bara allt frá hálsnir og raskat. Mamma ykkur og pappi nakin. Þannig að bara tillinn á pappa mínu væri bara í raunstærð, nánast. Já. Þú veist, þetta er risa tattoo. Og hvað uppað var þetta? 150 milljónir. Ég er náttúrulega að hrista sig yfir að skora mark hvað sem er geggja á dýl. Já. Því að það er bara verið ekkert neikvægt við það. Og geggja að búa í Atlantic City. Þarna ertu komið með Mamma ykkur og pappi gefa alveg leið á þetta. Já, veistu hvað? Ég ætla að segja já. Af því að ég meina Þú veist að það er að sponsa þetta, bara svo vitir það 150 milljónir. Já, ég meina það er að sponsa allt þetta. Já, reynda að fá mömmu minn og pappa í Nei, þetta er bara Karolína Fönd og þú veist 150. Þetta er mikið vesinn að þurfa að díla með mömmu og pappa með þetta. Myndur þú gera þetta, þú fengir 50, mamma er 50 og pappi er 50? Já, ég held það. Veistu hvað, ef hún pælir í því ég er ekkert alltaf bera ofan hérna bara dagstaglega. Í sundlaugum Já, ok. Ungbarnasundi kannski, það er ekki nýtt. Já, ég myndi náttúrulega ekki fara í það þá. Þú veist, það er bara Sigrún færi bara ein í það þá. En ég er að segja, þú veist, dagstaglega þá er maður ekkert alltaf hangandi bera ofan. Ég er ekki að æfa neina íþróttakrestur, ég er ekki að æfa box eða. En þegar þú ert bera ofan, þá sjá allir hvernig foreldurinn líti út naktir. Og líka yfirleitt þessu í Eyjum, þá peppast yfirleitt og ferður ofan sko. Það er yfirleitt alltaf bera ofan og síðan það sko. Reyndar er ég oft bera, ég er heldur oft bera ofan. En allavega, þetta er stærri dýll fyrir mamma og pappa eiginlega. Af því að þú veist, ég ætla að segja já. Þú segir já. Ég ætla að segja nei við þessu. Þú segir nei, og hann að þú veistu hvað verður geggjaði dýr 200 milljónir fyrir að vera með mömmin og pappa nakta á bakinu og búi í Atlantic City í 2 ár. Þá erum við að tala saman. Ég var til í það. Þetta var Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. Gull léttöl kynni Hlustendavelunin 2020. Hlustendur Exis 977, FM 957 og Bylgjunar velja það sem stóð upp úr í íslenskri tónlist á síðasta ári. Hver var söngkona ársins, söngvari, nýliði? Hver var plata ársins eða lag ársins? Og hver var popflytjandi ársins eða rockflytjandi ársins?
Engin dómnefnd fagfólks. Það eru eingöngu hlustendur sem kjósa. Kosningin er hafin á vísir.is. Flottasta tónlistarpartí ársins verður svo haldið 4. mars þegar hlustendaverðlaunin verða afhent í beinni útsendingu á Stöð 2 í opinni dagskrá frá Silfurbergi í Hörpu. Njóttu íslenskrar tónlistar og taktu þátt í hlustendaverðlaununum 2020. Bylgjan, FM 957, Exið 977 og Stöð 2. Fyrir gullnar gæðastundir með vinunum. Það er okkar tími, okkar bjór. Gull léttur. Vetrarblót, Rave í Hörpu, laugardaginn 8. febrúar, Upsemi frá Hollandi og Pluto DJs, miðasal á harpa.is, /vetrarblót. Sjáumst á dansskólinu, Landsbankinn, Harpa og Smirnoff. Ferskur, hollur og bragðgóður matur. Pure Deli, Urðarhverfi og Gerðarsafni. Rauðir dagar í húsasmiðjunni. Troðfullar verslanir af sjóðandi heitum tilboðum. Skoðaðu tilboðsblaðið á húsa.is. Húsasmiðjan. Á göngu, á hlaupum, á skautum, á skíðum, í skínandi veðri, í éljum og hríðum, á spjalli, á rabbi, í ró og í næði, í rigningaskúrum, í sól eða bæði. Hálsmólar, meðal okkar allra. Nú í nýjum endurlokanlegum umbúðum. Nói Sirius. Gucci, Gucci, Gucci. Komdu með krútið. Það er biti fyrir börnin í öllum verslunum. Krónan. Fersk salut alla daga. Fresco. Fyndu ferskleikan. Öddi, Steindi og Gils. Í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. FM 957. Það held ég, þeir að hlusta á FM 95 Blö á FM 957 og það er komið að dagskrálið, þessi er búin að vera í smá pásu. Þessi er búin að vera í, Við erum að rifja upp nokkra gamla og góða svona síðustu vikur. Já, þessi er búin að vera í góðri pásu, en málið er það, ég hitti unga strákundaginn sem hlusta mikið á þáttinn. Já, hvað voru þið að gera þú þessu ungi drengur? Ég held ég bara hitt hann í Krónun eða eitthvað, en við kannski bara verið 18 eða 16, 17, 18. Já, þið voru ekkert eitthvað að hanga heima. Nei, voru ekkert að, ég er bara að hanga með jafnöldum mínum. Hvað vitlis er þetta? Eða eldri bönnum Hvað er þetta, eitthvað PlayStation skot á mig? Herðu, hann kom til mín Auður Blöndal og sagði við mig að hann var farin að sakna þess að heyra einkamálið. Já, og ég reyndar þegar þú myndist á það, þá fór ég að hugsa, ég er alveg fann að sakna þess bara líka. Ég var alveg bara búin að gleyma því. Þannig að ég svona, einmitt, hafa gaman að svona bera þetta undir nefnd og rifja þetta upp og við erum komin hinga. Já, og ég fyrir ykkur sem er til dæla nýbyrja að hlusta FM 95 Blöð, þá virkar engamál þannig að við látum Steinda ringja og hann er svona að láta eins og hann hafi verið að tala við einhvern engamál í gær og er að rifja upp nöfnin sem er að rinni og bara svona að tekka. Er engamál bara ennþá í gangi? Já, já, það er bara going strong. Okay, ég held að Tinder sé ekkert búin að rústa því. Nei, það meikar alveg sens að ég hef bara verið að ringja og ég held bara að ég sé að tala við réttu manneskuna. Já, og þetta svona gengur aðalút og þú ert að dæla út einhverju skemmtilegu nöfnum sem er að þinni. Þetta er út í úsunöfnum. Já, ertu tilbúin? Ég bara, viðstu það, ég er svo klár að bara ég er bara með nöfni þetta fyrir fram mig. Ok, hvað er í stellingarfóli? Já. Nú, ok, hérna kemur þetta. Halló. Já, góðan daginn. Afsaki hvað ég er að ringja seint. Ég ætlaði nú að ringja í hádeginu, en ég bara hálf stressaður fyrir svona, ég hef aldrei actually ringt sko, þannig að ég ætlaði bara svona, já, hvað, hæ. Hæ. Hvað segir þú þá? Hefur þú viljað... Hver er það? Hver er þetta? Viltu nota alvörunöfnin eða bara Svítakirtill 76 eða Hannes? Hver er þú? Byrju, við hvernig er ég að tala? Kristín Þóru. Já, voru við ekki að spjalla saman í gær? Nei. Erstu ekki kórónaveiran 81? Nei. Hæ? Það er ég ekki. Byrju, voru við ekki að spjalla saman í gærkvöldi bara hérna inn á engamál? Ég hef bara aldrei verið á því. Nú, heyrðu. Það er eitthvað... Afsakið, við vorum ekki að spjalla saman í gærin á engamál.is. Ég er nú með nokkra user hérna. Ég geti nú að verið hérna sendi Bernastippi 34. Var það? Ég bara... Tóbaksgulur þumalfingur 46. Ég var ekki að tala við því í gær. Nei, það er ekki að villast númer eða eitthvað þannig.
Já, ok, þetta og ég var að tala þannig við ég man ekki hvort að ég hafi verið að tala við þarna latan enda þann 38 ára eða þumalring og það var, ég fekk númerið þitt. Við vorum ekki að spjalla saman í gær. Erst þú ekki undir neinu öðru nafni þarna, fartbreið eða ullaði raskætti að maður að kalla mig Jóhannes, er það þú? Nei, þetta símat eða? Nei, bara alls ekki. Ég var bara að tala í gær ég held ég var að tala við þig í gær, ég var allavega að tala við, ég náttúrulega með nokkra að kánta þarna, ég líka hlæjandi gillina eða gerverstu sýking, ég var allavega að tala við Pínismað 45, þannig að það er þú, halló? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Afsakið hvað ég er að hringja seint. Heyrðu, ég ætlaði nú bara að heyri hljóði og takk fyrir spjallið í gær. Þetta var nú helviti hressandi. Í gær? Já, vorum við ekki að tala saman í gær? Inn á engamál.is? Nei. Býtu, er ég ekki að tala við Svitakirtil, 76? Nei. Býtu, ertu latur enda þar með 38 ára? Býtu, vorum við ekki að tala saman í gærkvöldi? Nei. Ertu, ég kalla mig þarna Sendi Bernastippi, 34 ára kannast ekki að hafa verið að tala um mig? Nei. Nú ég er nú með nokkra að kanta þetta en kórunaveiran 81 eða fórhóðþrenging ringið það einhverju bjöllum? Ég er bara ekki hugmyndan það er bara, þú ringt eitthvað vitlaust númer. Nú, byrju, ertu ekki tóbaksgulur þumalfingur 46 ára? Ertu ekki fartbreið eða ullaði upp í raskatabur og kalla mig Jóhannes, þú kannast ekki við það? Nei. Ertu það? Hvað heitir það? Ég kalla mig Pínismað 45 hann inni, stundum. Já, ég kannast ekki við það. Nei, heyrðu, þetta er ákveðin skellur. Heyrðu, ég þarf bara að fara að slaka á í jagarinnum. Þú hefur það bara fínt. Já. Ok. Sömulegis. Já. Það veit ég málið það. Hún var svo gömur. Já, maður veit náttúrulega ekkert hversu þetta var eldri kona. Ég var svo góð maður. Já, ég átti bara erfitt með þetta því að fór hann að vorkinu svo mikið. Hún skildi ekkert í þessu. Hún var að spáði bara hvað er að gerast þetta. En það get ég lofaði að hún hefur aldrei verið inn á engamál og veit varla hvað engamál er. Ég get eiginlega líka lofaði því að hún vissi ekkert hvað ég var að segja. Nei, hvað orðin voru? Hvað orðin voru, er það nokkuð? Nei, alls ekki. Hún hafi verið að fatta Sendi Bernastippi 34. Já, kannski það. Jú, okkur ætti ekki eldri kona að vita hvað Sendi Bernastippi er. Nei, hún er bara ekki átt að sjá því að ég sé að meina þá alvöru Sendi Bernastippi. Hún heldur að segja eitthvað slæng fyrir eitthvað annað. En já, þetta var engamálið og já, þú náður að koma út allum orðunum og hún var æðislega kona. Hún var æðislega kona og ég heldur við höfum nú ekki verið að meiða neitt með þessu. Nei, aldrei. Þetta var örugglega bara lífgóð daginn. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything. Með ykkur á FM 957 og já, sveimi þá samkvæmt handritið er komið að hættulegasta dagskrálið FM 95 blöð sem er spurningakeppni Gilsarans. Hvað er þetta númer, hvað er hún? Það er búið að vera ansi margar. Já, það er vesen að finna konsept alltaf. Já, en það er þægilegt í dag. Þægilegt dag. Það er konsept í dag sem að hvorur okkar steinda vill vinna. Það er King of AC eða Atlantic City. King of Atlantic City. Yfirleitt vill maður vinna þessa keppnir þegar það eru fyrst svona blaði. Þegar einhver segir, þú veist, King of being a gentleman eða King of being a husband good friend og svona. Bara, já, ok, ég verð til að vinna þetta. Við viljum hvorir áður en keppni byrjar vinna þetta. Ég get alveg staðfest það fyrir fólk sem er að hlusta og hefur ekki komið til Atlantic City. Það er ekkert gott við það að vera King of AC. Nei. Bara ekki neitt. En ég hef enga tilfinningu fyrir því hver tekur þetta og það er að skemmtilega við það. Já, ok, þetta er spennandi keppni. Já, byrjum við það. Hefurðu farið 5 sinnum eða oftar til lúxusborgarinnar Atlantic City? Já, við miður. Já, punktur á blöð og punktur á stóni. Ætla séu einhverjir íslendingar sem að fara hérna ofta nú við? Nei. Íslendingar, bara engin í heiminum. Þú veist, nema kannski einhver New York búi sem er spilafíkinn sem keirir yfir, en það verður ekki flogið spes til að fara til Atlantic City, bara ekki fræður. Ekki 10 pluss skipti. Þetta er eiginlega frétt. Það þarf bara að laumast að okkur miðl í Bandaríkjunum. Þetta er bara, fólki finnst þetta stór hörðulega. Það er ekki það. Við þarfum að hafa samband við eitthvað miðl. Já, þegar maður er á borðunum að fólk er bara from Iceland. Hvað er það að gera? Er ekki leið með ykkur? Já.
En hérna, já, þegar farið 5 sinum oftar hana Pælega fólk að hlusta sem hefur ekki farið 5 sinum til útlanda Þú veist, og fer aldrei þegar bara, þú veist, getur það ekki Og þegar farið oftar en 5 sinum Til Atlantic City Já, ég get alveg vorið því að fullt af fólki sem bara græðir á því að ekki verða þarna 5 sinum Ég hefur lappað The Boardwalk í blíðunni og virt fyrir allar þessar glæsilu og ónýtu byggingar með það söndir Sko, þessi útastátturinn, ég var í svo góð skapur að byrja þetta á hann bara, illa peppaður hann að draga úr öllri spennu hjá mig fyrir ferðin Já, þetta eiginlega ferðin Ég var fann að vera smá spenntu fyrir ferðinni bara örlítið, þá þetta bara að búa að skemma það En já, ég hef lappað Boardwalk og séð og nú ég ekki að íkja við höfum opnað hótel, það sem að var einu svona hótel og ég sá hvítan plastpoka fljúa eins og ég var að horfa á teiknum og það var ekkert inn í húsinu ekki neitt Ég hef líka setið með þér blöð, bara með þér og við höfum verið að velta þessu fyrir okkur, horfið kringum okkur og hvað gerðist þetta? Já, það er það báðir það 2-2, þetta er mjög spennandi Já, rosa spennandi Finnst þér líklegt að þú skellir þér á flöskuborð í ferðinni? Byrju, Sér punkt á steinþá strax En byrju, setur þú punkt að mig? Þú varst eitthvað að hugsa þetta? Nei, ég er ekki að hugsa það, ég er bara að spá í Var ekki búið að taka þetta út af, var ekki búið að ákveða að gera þetta ekki eftir? Gera hvað aftur? Í síðasta þætti, þú varst með í síðasta þætti, varstu með síðustu flöskubórspenningar þetta King of Þetta var búið að segja að þetta væri dautt Já, þetta er ekki dautt, þú veist ekki að þessu Þannig ég veit þetta er ekki dautt Hann var ekki að segja að það verið á flöskuborði hann var að spyrja hvað þú myndir fara Nei, hann er búið að gefa punkt Hann sagði þið, það þarf ekki að spyrja stenda Hann reyndar eftir að svíkja aðvað þá aðeins Svíkja aðeins? Eða bara helling Er ekki góð líkur að einhvern tíman í ferðinni menn flaskið upp? Nei, Það lítur að vera Nei, bara alls ekki, það er ekki hægt að kaupa flösku þarna En þið stoppið einu eitt kvöld í New York eða ekki? Við erum ekki að fara að flaska okkur Það er ekki flaska Þú voru að styðja þetta Mér finnst það ólíklegt Ég held að segja flaska Ég held að þú er að hætta að vera með þessi spurningar flöskuborð Ok, en ég mun fylgjast með okkur á social media að við sé flöskuborð hana þá mun ég edita þessa keppni bara svo að sjá hreinu þegar það er 2-2 nú heldurðu að þú verðir uppgreitaður á hótelunum þegar þú tjekkaði inn því að þú ert að high roller? Nei, það er aldrei gæst Við erum ekki high rollers Víst eru þið high rollers Nei, veistu hvað high rollers eru? Það er allir félagarnir Nei, við erum svo langt frá því Við erum alltaf á lægstu borðunum Við erum bara svona einhver skýta peð sko. Þetta er bara sveitalúðar að spila eitthvað, eða þú veist, þetta er bara dött Það er ekki sens Þetta er aldrei gerst Verður þessi AC-ferð svo kalluð FGH-ferð Flöskuborg Gamla og Hristingar Sko FGH-ferð Ég get staðfest eitt Skammstöfun á ferðinu Geðdetturinn Gaml, ok Það er 100% Við erum 2 og 2 saman í herbyggi Þannig að mér finnst háið ólíklegt En ef þú skreppur niður í ætla að fara í sjálfsölu og út með 6 minna glugga Ef ég á 6 mínútur glugga ég byrja bara að hrista mig Nei, ég sé fara að byrja í sturtu eða eitthvað Þú veist, við erum með kall, það er bara að við erum 2 og 2 saman Þú lítur að vera einn í herbyggi Hver er þó uppinu að vera í herbyggi? Nei, ég er með huga í herbyggi Úff Það var Guð blessið húki menn Það var dreigið Og það lusti í limunni Ég er ekki að fara að sofa mínút Guð blessið kæri húki menn Ég er hættur að hrjótast það Þessi var helviti góður Ég hrýti ekki lengur Ég sagði nefnir þessu en Steindi Þú ert náttúrulega með FG Þú ert með FG þið klárt Já, nei, auðvitað ekki Með kallmann í herbygginu, hvað er vill að segja þetta? En segðu mér alveg satt Hefur þú tekið háið í Atlantic City 100% Það er 200%. Það er ekki svo að ræða það. Ekki ljúga hlustendur. Ég veit það ekki. Nei, ég held ekki. Nei, ég held ekki, nei. Þú furðuð mikið upp á hóteli í síðustu ferð. Og þið furðuð mikið upp á hóteli? Við vorum kannski niður í eitthvað staðar og hvað er Steindi, hann er upp á herbyggju, hvað er hann að gera það? Þú veist ekki hvað hann er að gera það? Hvað var ég alltaf reynd upp á herbyggju síðustu ferð? Hvað er þetta að búa til? Hvað var þetta að gera það? Mér minnum nú bara við höfum alltaf verið allir saman eitthvað staðar að borða eða taka bjór og horfa enn að vellu. Það er 2-2. Hafa vinir þínir bannaðir að fara í hraðbanka með að fullur og reyður en að taka út meiri pening? Já. Puntur og Blondell. Það er orðið mörg ár síðan. Ég vil segja nei, ég hef séð um blönd að sparka í hraðbanka. Ég ætla bara að vera heiður núna. Ég sé það. Ég var 20-30 metrar fjarlæg og svo hann sparka í hraðbanka. Ég sparkaði ekki í hann, ég ítti hann og sagði hvaða rugl er í gangi.
Þú talaði Ég hef aldrei, ég sverða við barnið mitt, ég hef ekki sparkað þér Ok, þú varst alltaf svona að rífast þér hraðbanga ég Ötti fær punkt þarna Það er 4 spurningar eftir, það er 3-2 Finnst það geggjað að geta að fara á kasínó og verið drullu sama þú tapir því bankareikningur bara það þykkur? Nei Hver heldur þú séð? Ég er farið góð vel perraður upp á herbyggi Hvað heldur að Björgólu Tór og David Beckham sitja þetta með þér? Er ekki drullu sama og þú dróttu ykkur smá kæsat? Nei Langt í frá En það eru ekkert að fara að eyða fullt af pening Þú lætur alltaf eins og sem mólt ríkir Það er 3-2 Möndu gera eitthvað annað í þessari ferð en að gamla og hrista þau på herbyggi? Já Vorum að segja þér Ætlum ekki að hrista okkur upp á herbyggi Hvað? Hætt að mála ferðina verður hún er Hún er slæmferðin En hún er ekki svona slæm Við liggjum ekkert upp á herbyggi bara ykkur hristingum Hvað heldur þú séum bara Hangað upp á herbyggi að fróa okkur Að miklu þess að við séum að spila ykkur fjörðuspil Þú veistu Það er bara ég var að kötta á Nei, ég verð ekki með flöskur Ég ætla nú bara að segja þér eitt Við erum alveg, þú veist, við erum að fara að sjá Jerry Seinfeld upp í stand Við ætlum á NBA-leik Við ætlum að vera tótaðinu í orð Þetta er ekkert bara einhver viðbjöður Þetta er ekkert bara Nei, síðan er það þessu på herbyggi líka inn á milli Jú, bara það maður sofa Ég vil ekki vera með í agli herbyggi Nei, bara alls ekki Ekki honum finnst þetta bara sjálfsagt Nei Þetta sem þið Sverri voru að gera Þú og Sverri Bergman þegar þú varst að saman síðast Þetta er eitthvað svo eðlilegt í þér Ætlar að finna sundlug í Atlantic City og flaska þetta upp Herru, nú ætla ég mála Nei, byrju, ég ætla bara að segja þetta er orðið ófólandi Jú, þetta er orðið ófólandi Þetta er dögt En nú þarf ég að segja Hvernig dögt? Má ég núna og þú verður að segja Já, ég er ekki að fara að gera Nei, en þú verður að segja hvað sem satt eða ekki Lofaru, að við ljúum ekki að hlustundum Ert þú búin að vera að diskotera fyrir það að við förum á The Pool sem er skemmtistaður og er sundlug Hefur þið verið að biðja um það inn á chatinu hjá okkur? Já eða nei? Já, akkurát Hvað er útskýrið fyrir Hvað er konungur flöskubóðum að gera The Pool? Hvað er The Pool? Hvað er konceptið þarna? Þú hefur komið á gæð Konceptið er sundlu og flöskuborð? Nei, það er ekki konceptið þarna Það er ekki flöskuborð Já, þetta er svona bungalows í kringu sundluna sem eru flöskuborð Já, veistu það, að segja ykkur eitt Ég ætla að gefa ykkur núna, ég ætla lofinu Ég ætla ekki að stíga skrifin Það er það sem ég er að fara að gera Málega, ég stakk upp á því heiðalegu uppástunga segir við gætum alveg farið þangina þetta er yfirbyggt, það er ekki skýta kuldeðar en ég ætla ekki, ég rættu það Sko það er 3-2 fyrir blöð Þetta er punktur á stenda Nei, akkur Þú vilti fara á The Pool? Nei, þetta er spurningi Það er Það að taka flöskubóð í sundlug? Já, nei, ég ætla ekki að gera það The Pool á Harris Nei, ég ætla ekki að gera það Ég er búin að segja ég ætla ekki að gera, ég ætla ekki á húnt Sko, ég verð að treysta Steinda Ég tók ekki að segja ljúa Ég ætla ekki að það er 3-2 Ég þarf bara að segja þú þarf punkt Steinda Nei, ég vill ekki punkt Hvað er mikið eftir Það er bara einn spesialspurning Fyrst er líklegt að pantið er hristingsefni í sjónvarpið på herbyggi? Nei Það er þannig þjónustu í gangi hérna Þú getur pantaði bara Var þetta ekki bara jæfnefli? Þú ert ekki jæfnefli? Nei, þú ert king of Þú ert að báða flöskubóð á The Pool Þú ert king of Þú ert það Nei, Þú ert að báða flöskubóð Veistu það, ég ætla að senda en mynd af Steinda með flöskubóð í ferðinni Ég lofa Þá er það jæfnefli Ég sagði það Steindur Ef ég mynda þér á flöskubóði þá editaði keppnina og þið var að tæ Staðan er núna blöð kongur King of Atlantic City Ég er ekki king of Atlantic City Hún er alveg með hristing líka Hún er alveg með hristing Ég er ekki að fara að gera það Þá vinnur hann þetta Hvað er þetta? When I lose control Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steindi Junior með ykkur á þessum föstudegi 7. febrúar, já, febrúar er mættur þetta stysti mánuðurinn, þannig að áður við vitum að þá er komið mass og þá, já, hvenær byrjar að voru, er ekki allir? Nei, málega mass er oft erfiður, sko Þetta er bara þægilegt að því að þú veist, janúar er hands down leiðilegsti mánuðurinn Yfirbyrða, ég held hann alltaf aldrei ára búin Þú veist, núna er komin dagsbyrta kl. 10 á mótuna Ég er ekkert að biðja mikið meira Þannig að þú veist, það er orðið bjart og það er helst bjart til 6 Já, líka bara, sonurinn minn er búin að sjá sól í fyrsta sinna, þá heldur gaman fyrir hann Já, og hvað var hann gamall? 3 mánuða Hann pældi, sonurinn var 3 mánuða þegar hann sá sól í fyrsta skipti Já, bara djók, sko Þetta gengur ekki Við hefum eftir að fara í augljósa staðreyndir og fleira en það er komið að Steindi, það er komið að þér, það er kostmyndur frekar Það er komið að kostmyndur frekar og eins og hlustendur þekkja þá eru þetta 3 spurningar og þið veljið annan valmöguleikan ef ekki bara vindu okkur í það Endilega Þá er það fyrsta spurning, hvort mynduðu frekar vilja vera bláfátækir alla ævi en lifa 2 ásunum lengur og ég ætla að gefa ykkur 200 ár lifi 200 ár bláfátækir eða
að lifa til 55 ára aldurs moldríkir 55 ára? Já, það er heldur stutt. Það er heldur stutt. Báðir valmiðunarnir eru leiðilegir. Og við getum rívænda að þið væru kannski bara til dæmis að við erum bara úlingar. En hversu bláfátakir, þeir eru bara gist út á götu félagarnir, sko það er aðlega að geta með þak yfir höfuð, svona leiðilega ekki að gera. Já, þeir eru með þak yfir höfuð, en þeir getið ekki leyft ykkur neitt, En allir í kringum mig deyja, eða ekki? Þannig ég einn bara í 100 og kannski 10-20 ár. Já sko, ef þú ert að lifa healthy í 200 ár þá náttúrulega, já, jú, þú náttúrulega missir fólki í kringu þig, en þú færð fullt af nýju fólki líka. Nei, hver er þetta að hanga með mér 150 ára maður? Já, þú er bara fólk að hanga með mér í dag. En er það allir liðir í lagi og svona, þú veist eins og ég get alveg labbað og fari, ég er bara ekki pening til að fara. En byrju, lítum við út nákvæmlega eins og við lítum út núna í 200 ár? Ég get alveg gefið ykkur það. En ég hef ekki pening til að fara í flugvél sko, en ég er fastur og ég get ekki ferðað þetta nokkuð. Mjög lítið, menn að þú ert á lífi og þú ert lifandi í 200 ár og þú trefst. Já, Íslandi. 55 ára, það er rosalega lág tala. Já, þess vegna þetta er erfitt. Þetta er ógeðslega erfið, spurning, ég er bara, ég er vesinn út moldríkur. Já, ég bara, sko, ég nenni ekki að deyja þegar svona minni 12 ára, 15 ára eða eitthvað. Sko, lífið snýst svolítið upplifanir. Já. Þú veist þannig að sko 40 maður getur upplifað meira en 100 ára maður og þú veist bara með tempói, gera meira. Já, menn að þú... Þannig að ég þetta fara rauk fyrir því að 40 maður getur upplifað meira en 100 ára maður og ég segi bara með alla þessi peninga að ég er allt tekið. Já, það er líka erfið fjölskyldan eða eitthvað. Ég ætla að plana alla, ég tek upp blöð, ég ætla að vera með gott plan. Já. Allir dagar að vera plan, ferðast mikið. Já. Ég segja líka, ég nenni ekki að vera 1-200 ára. Þið tækir 55 ára, þið myndir bara lifa í 5. gýr og klára allt. Já, þetta verið betur dýrt 65. Já, þetta er ömuleg spurning. Já. Núna næsta sé hann skemmtilegri. Næsta er helviti skemmtilegri. Þið völdu báðir að vera moldríkir og lifa stutt. Það var að næsta tala við dýr. Að geta gert það. Já, sem er eitthvað sem er dreymur Já, öll dýr í heiminum. Gekkja. Eða að tala öll tungumál í heiminum. Tala við dýr. Tala við dýr? Já, alla það. Þú veist að þú ert í mjög mikilvægur stöðu og talar öll tungumál í heiminum. Nei, ég er alveg jafn heimskur. Gekkja að ég get bara rölt til Afríku og byrja að tala við ljónin. Já, við sko, þau eru oft tólk. Það er alltaf tólk. Það er ég nenni að vera eitthvað tólkur. Nei, meina hvað? Ég get labbað bara út og eftir og tala við hrafnin í göttunni hjá mér. Já. Bara hvað það gera, ertu svongur, það verður bara gekkja. Sko, ég ströggla svolítið, eins og ég strögglaði í Moskvu. Já. Ég notaði hann á Google Translate appið. Þú segir eitthvað og síðan talar appið bara. Já. Bjargaði mig svolítið þar sko. Og veist, það tala enginn ensku í Moskvu og það var vesen. Ég fann það á vesen. Það eru gott að kunna að tala rússnesku þar. Og líka þegar ég var í Argentínu með blöð, við vorum í Wipeout og það varstu bara að kunna spænsku. Ég strögglaði það líka. Þannig að ég er búin að ströggla svolítið þegar ég ferðast. Ég er fínn í ensku, ég er fínn í íslensku og that's about it. Ætlar þú að taka það bara kunna ég hallast að og það ég er alveg gaman að tala fyrir með hamstur og spjalla við hann. Men hvað græðir maður á þess að vera að tala við hamstur? Hvað talar? Hann er náttúrulega nautheimskur. Hvað ætlar að segja við hrafnum líka þarna, þú veist? En ég fann bara í Moskvu, ég fann að það er heldur þægild, það er ekki alltaf að tala í appi, rétta leigubílstjóranum síman. Það er ekki svo sjálft alltaf einhverju ferðalagi eitt. Sko geggja að geta að tala við hundin. Já, ég veit, en er það góða punktir á stundu, hvað talar hundunum? Við tala við nautheimskan gæja? Ég meina, ef þú tala við hund, þá er þetta örugglega svo að tala við 3 ára barn. Þetta er ekki að tala við Einstein, sko. Nei, þú getur talað við hundi, bara hvað þarf það að fara út að pissa? Nei, geggja. Ég er góður. Já. Og bara svona ófkvæðlega að tala við Wow. Já, ok, ég tek þig ófkvæðlega að tala við. Já. Nefnum þetta sé alltaf bara hel gáða dýr. Já, það er til gáðu dýr. En ég veit, báðir valmölugarna voru skemmtilegir. Þetta er mjög skemmtileg spurning en fyrsta. Töluverð spurning. Þannig að Egill velur öll tungumál í heiminum og auðvitað þú tala við dýr. Ég bara ekki að tala við leigubílstjóra. Ég ströggla svolítið í leigubílnum, ég panika líka að pressa á mér. Menn að þú ert að tala við rússneskan leigubílstjóra, þá er ég að tala við tígristýr einhvers staðar. Þannig er það. Þriðja spurning, hvort mynduðu frekar vilja búa einir sem eftir er eða búa með Rikka G sem eftir er? Bara Fanglið Day. Fanglið Day, já. Erum við þá ekki með maka í rauninni? Nei, það er bara að vera einbúi heima hjá þér. Og bara annarkots bara single og einn eða bara með Richard. Já, og alla ævi. Þú veist, hvort viltu vera með félagskapinn? Ég meina... Nú þurfum líka að velta steinu, hvernig ætla að segja að búa með honum? Rick er fínasta herbergisfélagi. Já. Hann er svona, þú veist, kannski ekki svo snirtilegast, en það er gaman að vera með honum. Hann er búin að bæta samt hérna siðina, sko. Já, mannasiðina og borðsiðina og allt þetta sem var bara hræðilega, það búið skóla vel, sko. Já. Ég hugsa... Ég myndi bara vilja hafa Rikka. Mér finnst leiðilegt að vera einn. Þú veist, Rikki át úr raskatinn á sig fyrir 5 sekúndur. Nei, hann átt það. Það var blöð fór að skóla til. Ekki át úr rassinu? Nei, það mátti ekki nýja okkur.
hann borðaði rosalega mikið með pötunum. Já, hann borðaði með pötunum, fór að nanna tæ, skilu, hann bara borðaði bara panang með pötunum. Það er mjög spes, en svo er hann líka verðleika í búðir og Rikki í dag allt annar Rikki, sko. Það er búið bara hlutabrið, hann er búið rjúk upp síðustu ár, sko. Ég tek Rikkan. Hann hefur gaman á fótbolta, hann er fyllibita, ég held sér alltaf að búið með. Ég svo bara fyndið að sjá hann koma fullan heim. Þannig að þið hendið í að búa með Rikka Já. Það gekk, ég með eina auka spurningu sem er mjög, já, þegar ég skrifaði 4 ég ætla að hendi þitt áður en þú köttar á þetta. Hvort mynduðu frekar pokatótt í flippi að ná hann mikið upp í 5 ár? Ég myndi, ég bara veit það ekki. Hvað byrjuðu það verið eftir hver fær pokajaflið, sko? Já, það er bara Ég meina, ég þarf að vera hreinu hver það er. Þú má bara velja hann. Þetta Svavar Knútur Matthew McConaughey. Það var annarkvörð þeirra. Já, þú veitum Matthew McConaughey sænaði mig upp í kvelli. Í Elko viljum við hjálpa þér að finna réttu vöruna fyrir þig. Með skilaréttunum okkar færðu því tækifæri til að prófa vöruna í alltaf 30 daga og skila henni ef hún hendar ekki. Sjáðu allt skilaréttin á elko.is. Elko, einfallega lægra verð. The Joker and I broke up. I wanted a fresh start. It was time for Gotham to meet the new Harley Quinn. Warner Brothers kynna I wasn't the only date in Gotham looking for emancipation. We need to work together. With you. You're legitimately insane. Harley Quinn í Birds of Prey. Komin í bíó. Góða skemmtun. Hei, hvernig var að kíkja í lunch á föstudaginn? Fá sér calamari, 5 mimósur og alls konar japanska smárétti. Svo aftur í vinnuna, bara til að stimpla sig út. Núna er botnlausi brunchið komin á föstudag líka. Allt sem þú vilt á 5.000 kall frá 12 til 3. Public House í Laugavegi er svo sannarlega staður fólksins. Public House er staður fólksins. Hann er volgur, hlýr, votur, dimmur og villtur, stilltur, djúpur, ber, hljóður. Ég er að tala litina frá Sæju innanhúshönnuði í Slippfélaginu. Komdu og hittu þessa dulúðlegu liti. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum í meir en 115 ár. Þegar þú þarft að reka út illan anda, kemur Smint til bjargar í hvelli. Frelsaðu andan með sykurlausu Smint. Risa útsölu rekkjuna líkur á morgun laugardag. 20-50% afsláttur. Komdu núna og gerðu frábær kaup. Rekkjan heilsurum. Góða nótt. Hæ, ertu ennið að keyra með gula miðan? Kíktu til okkar í Tékkland og leiðu okkur að þreifa á bílnum. Ef allt er á sínum stað, gætirðu fengið að skipta út gulum fyrir eftirsóttasta litin í ár. Tékkland, ódýrari bifreiðaskoðun. Tékk. Kynntu þér vandað fjarnám í starfsmiðuðum greinum, í kerfis- og netstjórnun, forritun eða í bókhaldsnámi. NTF skólinn. 2000 kall í hádeginu á Fabrikunni. Allir hambúrgarar, salnöt og aðalréttir á 2000 krónur í hádeginu alla daga vikunar. Hambúrgarafabrikan, hambúrgarastæður allra landsmanna. Nú er einfalt að greiða fyrir ódýrt bensín með Apple Pay og Google Pay á dælunni. Dælan. Á göngu, á hlaupum, á skautum, á skíðum, í skínandi veðri, í éljum og hríðum, á spjalli, á rabbi, í ró og í næði, í rigningaskúrum, í sól eða bæði, hálsmólar, meðal okkar allra. Nú í nýjum endurlokanlegum umbúðum. Nói Sirius. Tannvænt drykkur með 105 mg af koffíni í hverri dós. 105 koffínvatn. Tannvænt, tært og einfalt. Enski barinn tekur á móti hópum af öllum stærðum. Hafðu samband og við gerum tilboð. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Ár bökunar á Safran. Allar bökur á 990 krónur ef þú sækir. Safran. Hvað er betra á veturna en að ylja sér í glóðvolgum potti? Þar eru milljónirnar maður. Lotto, leikurinn okkar. Gleðin er að mæta aftur.
Já, þeir eru mættir aftur. Félagarnir Gummi, Ben og Sóli og ætla að skemmta á endanum á föstudagskvöldum. Geggjaði gestir. Ég veist ekki að það mættir. Og sturlaði stjórnendur. Shit, this is good. Ég er að segja á ensku, djóðu þetta gott. Föstudagskvöld með Gumma, Ben og Sóla hefst 14. febrúar auðvitað á Stöð 2. Það er ekkert víst að þetta klikki. Böddi, Steindi og Gils Í FM 95 Blö Alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Bara það besta FM 957 Ég situr stað þar sem tíminn líður ekki þó ég veitu vera vísarnir þig. Ég hleyp í burtu frá þér en ég rasa. FM 95 Blöð með ykkur hér á FM 957 fullur bátur og við drengirnir í gír á þessum fína föstudegi. Það styttist í að þú farir í augljósar staðreyndir. Það er eitt sem við þurfum að ræða og ég veit að þið munu humma að Davík Áskeiður skuli grípa fram með fyrir eröðun. Ætlum að ræða kommentið hans Bíb, Patrik Svartsenegger á Bíbmasínu? Nei, við verðum að ræða það. Við þurfum ekki búin að ræða. Ég sagði að þetta er sér einkoma. Nei, maður ekki búin að ræða neitt. En okkur þarf sér einkomi? Út af því að þetta er eitthvað harðasta komment sem ég á æfinni séð. Frá Patrik Svartsenegger. Þannig að Justin, þú vilt taka heila einkomi það. Justin Bieber að posta einhverju Instagram og Patrik Svartsenegger, sem að engin Íslandingur veit hver er, kommentaði. Já, þeir eru bestu vinir, sko. Þeir eru ekkert bestu vinir. Já, það er mjög góð vinir. Ég held að sé bara svona einhvern veginn. Og sem virðist vera líka, neighbors, því að, Beep Machine postar vídeo á sér. Það sem hann er að leika sér í hockey inni bara, hann er með einhver æfingarsal heima á sér. Ég sá það, hann er ágættur í hockey. Já, þetta er mjög góð vinna hjá hann, fótavinna hann. Heldur vel gert. Og Patrik Svartsenegger, sem er að baller, segir Can you hear you from the jacuzzi? Quiet down. Takkar hann Justin Bieber. Hann er í heita pottunum með kampavín. Hann er í the jacuzzi. Er þetta heil innkoma? Og hann segja bara við hann Bíb Machine, hann er að þegja með þetta hockey. Ég er að töða í pottunum. Þvílíkur kóngur. Sko Ertu að followa Patrik Svartsenegger á Instagram? Já, sjálfsögðu, er ég að followa hann, ég leiði með þig að Ég sko, málið ég líti á þetta þannig að hann sé heima hjá Justin Bieber, sé bara neðra henni í heitapotti og Bieber sé að leika sér uppi. Hann býr ekkert við hliðin á með einhverjum heitapotti. Ég held að séu mjög líklega neighbors. Patrik Svartsenegger á ekki hús við hliðin á Justin Bieber. Nei, hann er kannski raðhúsi í Mosesbæ og that's it, sko. Ekki um að pappans hafi keypt það fyrir hann, sko. Og update, Patrik er búinn að klína 724 lækum á þetta komment. Það er bara ekkert svo mikið. Já, ég var manni 723 áður ég hendi á hjarta. Búinn að klína 700 okkar comments á þetta komment. Já, það er hölsku gott ratio hjá hann. Ég þess bókut ég að kommenta á það. Great one Patrick eða eitthvað hannig. Þú veist að ef við gerum það þá heldur hann bara að setja eitthvað gæði í leiðvislu, sko. Mér döðlangar að kommenta á þetta, sko. En þetta er pælt í þessu, þeir eru það góðu vinnir. Hann er bara að chilla með kampavín í heitapottunum. Akkur eigum við að vera að pæli? Akkur finnst þér það merkilegt að Patrik Svartsenegger hafi kommentar á myndir? Þið sögðu einhvern tíma mig að þið væri ekki vinir, þetta væri allt horseman year. Já, ok, svaraði Justin Bieber honum? Nei, hann er ekki búin að svara þessu. Nei, þannig að hann gerði ekki einu sem bara svona hlæjandi eða hvort hann eigi eitthvað að þessum 724 lækum. Nei, það er hættu þessu. Þetta er ómerkilegast umræða. Það er Já, við erum að tala um son Arnold Schwarzenegger sem leikur í bíómyndum. Ég er vona Bíburinn að læka þetta. Hórsku komment hjá hann. Nei, þetta er ekki. Hann er í heita pottunum. menn hann að leika sér í hockey eins og trúður upp í einhvern sal. Hvað var kommentið nákvæmlega? Can hear you from the jacuzzi, quiet down. Segir hann að þegja sko. Þetta er ekki hörku komment. Nei, þetta er ekki ekki. Enda vinsast að kommentið á myndinni. Og búin að klína 700 likes. 724 lækum. Eru þið mikið, sko, þetta er eina áhugaverð spurningu í þessu. Eru þið mikið að kommenta á myndir af fólki? Ég reyni að vera duglegur í því. Mér finnst alltaf gaman þegar ég postaði mynd og Instagram fólk kommentar. Já, ég samanlega. Ég hugsa, ég ætla að reyna duglegur að kommenta. Já, en það er samt sko bara þú, þess vegna skil ég ekki Egill, bara fyrir mitt litla líf. Hvernig komst þú að þessu? Því að þú vart að skoða þá myndina eins og þú verður gegn Instagramið þitt og sér bara hérna, já, þetta er fín mynd, svo er einhver nokkuð kommentina og hann er kannski kommenta eftir að þú sást henni, eftir að fara aftur inn á myndina. Nei, ég er að followa Patrik Svartsenegger eðlilega, followa lengi.
Það ég er dedicated fan Þannig að ég sé bara ít á myndin að kemur svona preview niðri og það poppaði strax upp og Patrik var búin að keyra í kommentana Nei, ég byrst afsökun á þessu Þetta er ómerkilegast Og ég laka til að fylgja svolítið með þeim félögum Hvað eru að fara Þeir eru ekki að gera neitt Hann er í hockey og hann er í pottinum Það þarf ekki að fylgja spytum með En ég sé, þið eru ekki að followa Patrik Schwarzenegger Af hverju óskupa mætti að gera? Ég sé hvaða vini mín er að followa hann sko Hvaða vinnuðin er að followa Jay Cutler, til dæmis Jay Cutler, hver er það? Já, hérna, bodybuilderinn Já, félaginn Góður, þetta follow hann líka Og pappa sér að followa hann líka, Arnold Schwarzenegger Já Og Gordon Ramsay, það er power follow Gordon Ramsay er að followa Patrik Schwarzenegger Besti chef of all time Hann er að followa Patrik Ötti hefur hitt hann og stökka á hann og bæði hann selfie Og Grant Cardone sem er entrepreneur Ég vil elska þetta Hvað er Patrik Schwarzenegger með marga followers? 1,3 M Í alvörunni? Já Þetta er einhver hæfileikagristi Hollywood-leikari Máli, hann er svo ungar, þetta er 93 orkið Já, og bara hefur ekki gert neitt í lífinu Af hverju hann með miljón fólk, hvaða kjafta það er það? FM 95 Blö á FM 957 Byrjum árið á beikoni Já, hann er kominn aftur Boss Baconborgarinn á KFC Original kjúklingaborgari með beikoni, káli, lauk, osti, piparmæjó og bossósu Kauftu máltíð og fáðu 3 hot wings, gos, franskar og Kaliforníu rúsinur með aðeins í takmarkaðan tíma KFC, Íslandskt í 40 ár Vissið þú að þú getur fengið alla hlöllabáta í lágkolvetna brauði? Svona ef þú skildi verið í keto eða ert bara að passa kolvetnin. Hlöllabátar, alíslenski bátar síðan 1986. Vetur kemur og vetur fer, sem betur fer. En hvert fer hann? Og hvert fer bótturinn helgina? Lotto, leikurinn okkar. Skúp refur. Handgerðar ískúlur eða mjúkís. Já, eða blandar saman. Svo velur þú þitt uppáhaldsgóðgæti sem fullkomnar skúprefin þinn. Alvöru bragð sem þú verður að smakka. Skúp ískerð, Laugarásvegi 1. Biljardbarinn, fyrir vinkonurnar. Biljardbarinn, Faxafinni 12. Nú færðu ódýrt eldsneyti á dælunni með Apple Pay og Google Pay. Dælan. Frelsaðu andan með sykurlausu Smint. Salut og heilsumánar. Fresco, fyndu ferskleikan. The Joker and I broke up. I wanted a fresh start. It was time for Gotham to meet the new Harley Quinn. Warner Brothers kynna. I wasn't the only date in Gotham looking for emancipation. We need to work together. You're legitimately insane. Harley Quinn í Birds of Prey. Komin í bíó. Góða skemmtun. Allt fyrir saumaskapinn. Vóg fyrir heimilið, Síðumúla og Akureyri. Langar þig í ferska eldbakaða Napoli pítsu á Pure Deli. Opið til 20:30 öll kvöld. Ólísdeildin er á Stöð 2 Sport og við bjóðum upp á tvíhöfða á sunnudag. Haukar, Stjarnan, klukkan 16:45 og Haukar, Valur, klukkan 19:15. Stöð 2 Sport, besta sætið. Öddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. 95 Blöð með ykkur hér á FM 957 og það er komið að virtasta dagskrálið FM 95 Blöð og það eru sturlaða staðnendir búin að vera með okkur síðan í byrjun. Það er svo leiðis. Og já, við erum ekki að fara að ræða Patrik Schwarzenegger eða eitthvað annað hér heldur. Sko, sturlaða staðnendir og góðar í dag, mjög skemmtilegar og það er, ég með eina sem er flossaskítur. Það er ekki, þú tónar það góður í, það er ekki hægt að giska á leik. Nei, getur kannski náðið í þetta. Sko, Rikki var í síðasta þetta og það var með sturlaða staðnendir og við giskuðum á hrossaskítin bara á 0-1. En þegar þú ert með þetta, þá er það helvítis, það er orðið vesen, sko. Ég er með meiri reynslu. Já, þú kannt að fela þetta. Já, eru tilbúinir? Já, verður klárir. Fyrsta sturlaða staðurinn dagsins, hamingjusömustu pörin eru barnlaus pör. Það fannst mér ekki gaman að lesa. Já, við náttúrulega erum allir með krakka. Já. Er þetta ekki Horseman era? Heldur það? Ég bara, náttúrulega, tíu sem er í gleð á heimilinu núna. En sko, Já, gaman á mig grísli. Mér finnst ólíklegt að auðvitað sé að keyra í hrossaskíti fyrstu spurningu. Já, ég reyndar. Það var rosalega taktík, sko. Hann er Standa á skít, sko.
Já, hann hefur fundið þetta ykkur staðar. Þetta er, já, ég veit ekki, er það? Svo segja Já, ég meina að fólk er mismönd. Það hætti ekki að leiða sér fíla bara að vera ekki með grislinga. Menna, kannski út með 7 börn. Þú veist, út með, þá náttúrulega er bara 1-2 er ekkert vesen. Nei, 7 er vesen. Þú veist, það er 5-6 börn heima. Þannig að það er sturlu stemning allan daginn, sko. Þú veist, þannig að ég skil alveg að fólk fara, þá er styttri þráður og fólk kannski rífst meira, eða töðar meira. En þú veist, með 1 grisling, þá held ég að það er meira, er ekki meira rifrildi á heimilinu þegar það eru börn. Það er meira stress og meira, ég veit það ekki. Jú, það getur verið. Förum ekkert að staldra við þetta. Næsta sturlaða staðarinn dagsins. Kynlíf losar stíplað nef. Þannig að ef einhver hérna Ég er með kvef. Ertu með kvef? Já, segðu konuna í kvöld. Er það líka hreistingar eða? Það er bara kynlíf. Hver er munurinn? Af hverju þetta frekar á kynlíf? Það stóð 6. Ég ætla bara að segja strax, þetta er horse manure. Ég hef aldrei verið með kvef, hristmi og verið sem bara svo nýr eftir, sko. Nei, það hefur stund að kynlíf með kvef. Það er líka munur að vera með kvef og með stíplað nef, sko. Ég meina, þú veist, þetta lítur að tengjast á fullnægingunni. Þá lítur að þetta geta bara fengið það einhvern veginn. Nei, ég meina, það eru meiri læti þegar það eru 2 og kannski losa meira heldur hún situr einn ógeðslegur fyrir framan einhverja 12, sko. Gæti verið það sem spilar inn í. Ára, þriðja sturlaða staðarinn dagsins. Þú getur ekki drukkið og pissað á sama tíma. Þetta Ég er nokkuð vissum ég hafi hef gert það einhverstað staðið auka 3 útihátíð, verið að södra bjór og urinating at the same time. En var það að fara niður akkurat á sama tíma og þú varst að pissa? Það er geggjuspurning. Ég veit það ekki. Ég veist það, ef þetta er ekki rosaskíturinn, þá ætla ég að prófa þetta bara núna beint við þátt. Þegar ég veit að þetta, ég hef gert þetta. En ef þú tekur sopa og bönar allt í henni með stjórvísli hættir, þá er þetta réttjúblu. Já. Ég ætla að prófa þetta, það er 100%. Ég reyndar að fatta ekki að þú prófa þetta sjálfur á. Já, reyndar eftir að prófa líka að dífa punktnum í eitthvað skona sósasósu. Já, gerðu það í kvöld. Ætlar ekki að henda pizza á punktinu þar? Ég ætlaði bara að vera búin að aðtöða hvort það verið rétt. Gerðu þetta líka þjóðun að fylgjast með? Nei. Geðum þetta Atlantic City? Nei. Settu punktinu þar í eitthvað. Þessu var helviti góður, næsta. Fólk hefur dáið út af sóblettum. Það stoppaði blóð upp í heila og hefur leitt til heila blóðfalls. Þetta er svona bara að taka soppa. Er þetta í dag? Kallar þetta soppa? Já, ég veist, í tilskóla var þetta soppi, sko. Það var strákur í Gaggu hjá mér sem kom með soblett. Það var náttúrulega, þetta kom í einhverju tískubildi. Hafið þið verið með soblett sjálfur? Já, ég hef verið með soblett, sko. Og málið er að það var þóttið bara flott. Survived, þetta er það, sko. En það var strákur sem kom og hann var ásakaður að hafa gert þetta með ryksu. Af því að hann var með rosalega stóran soblett. Hann svo fullkomur hring. Gat ekki tengt nafn við það. Þetta var orðið þannig að þeir sem fengi ekki soblett þeir þurftu að búa til. Hvað, veist, ég fengi soblett gefið soblett, hvað gerir það? Veist, það er ekki gott að fá hann, það er ekki gott að gefa hann. Af hverju óskopunum með maður að gefa einhverju soblett? Þetta var bara, þú veist, þetta er bara eitthvað svona þetta var bara úlingatíska. Haldið þetta sé ennþá? Heldur það sé Nei, ég held að soblettur sé alveg döður. En ég væri rosalega til að myndi koma aftur, en fólk þarf náttúrulega að fara að valja. Já, þá er það næsta. Kynlíf brennir 360 kaloríum á klukkustund. Veistu hvað er lítið? Það er eins og 1 Snickers eða eitthvað. Já. En veldur ekki líka á, sko, hvað stelling það er, sko? Já, líka Steindi kannski að brenna 40. Já, ég meina, ef Steindi liggur á bakinu og það er að hossa smónánum og brennir hann einhver, sko. En akkur er það að taka mig fyrir? Nú er ég ekki að reyna að lögur, ég held að þú setja ekkert svo aktivast í rúminu, sko. Býtu, akkur heldur það ekki? Nei, svo standardi 69, þú ert að halda á, 65 km Kona mín er kass ólétt. Það gerir það. Er það sem að stoppa þig? Hún sé ólétt. Það er erfitt. Ertu annars bara í standardi 69? Nei, ég er að segja, ég er ekki að fara heim í standardi 69 með konu sem er komið rúmlega 5 mánuð á leið. Það gengur bara ekki. Er það afsökunum mín? Nei, ég er bara að kasta því fram. Það er heldur ekki afsökunum mín. Þú veist, ég er bara að segja, skilur, herðu, hvað erum við að tala um þetta? En þetta er svona eitthvað meðaltal, svona 300 eitthvað kali. Ok, það er meðaltalið. Á klukkutíma. En það er ógsmærsla. En segjum við þó eitt, og við ræðum allt í þessum þætti, og við höfum alveg rætt verri hluti. Hvað stendur það svona, hvað myndi alltaf meðaltalið eitthvað sé? Ef við byrjum á þér Steindi, hvað heldur að kynlíf frá þú byrjar og endar, hvað heldur að halda að væri svona langu tími? Svona ég er ekkert að veist að þetta stundum er að lengra, stundum er að styttra. Hvað er svona aðrið tími það Steindi? Ég bara rámarki, byrjar og dælir. Ég er núna Hætta eiginlega, við erum að reyna að ræða þetta. Ég bara, núna er ég að reyna að vera algjörlega honest. Ég veit það náttúrulega ekki alveg. En þú veist, þetta er ekki klukkutíma aðtöfn, skilur við. Þú veist, þetta er ekki tannig. Og ég held líka að nærðu 10 mínútum? Já, ég nærðu 10 mínútum. Þú veist,
kannski stundum ekki. En ég að segja, þú veist, ég held að það sé enginn sem nennir hvort að stunda kynlíf ógeðslega lengi. Nei. Það bara kjaftaði, sko. Kannski ég held að, kannski einhverjir fáir, þú veist, einhverjir nokkur úti. Bara ég. En, hvað haldið þið? Já, ég var að hugsa þetta, ekki meðaltal, hvað það, hálftími eða eitthvað? Þetta kannski eitthvað svoleiðis. Þú ert ekki til 2 tíma stunda kynlíf. Ekki nema þú sér. Konan brjálaðir, hvað er þetta að geða ykkur? Allt á, klára þetta. Please. Sko, það svolítið mikið kynlíf þetta núna. Kynlíf og áfengi betri leið að hamingju heldur en trúin og að eignast börn samkvæmt Harvard, þannig að hérna kemur þetta aftur með börnin. Kynlíf og áfengi betri leið að hamingju. Þetta kannski þannig að betra að fyrir að sem hlusta að vera bara fullir og gera niður þessu allar helgar, sleppið því að finna konu og eignast börn. Er þetta gamla góða sex, drugs and rock'n'roll? Það sé bara alltaf nummer 1. Samkvæmt Harvard, við hefum ekki bara að lesa þetta. Nei, ég meina þetta vitnar í virtan skóla. Þannig að það er bara almennt stöður ekki að búið þetta til þannig. Það er bara óhamingja sem fylgir börnum. Ég kaupi þetta, ég get sagt ykkur núna, þetta er ekki hrossaskíturinn, en ég kaupi þetta ekki því að það er ekkert gaman. Hvað, þú ert hún 50, 60, hvað, ætlar það bara að vera fullur alltaf að reyna að fá þér, þetta er vera blind fullur síríandi 50, þú veist, þetta er bara, það gengur bara ekki, hvaða vitlis er þetta? Ég trúi þetta hefur verið einhver rosalega göllu könnun. Þú var að taka svolítið recap á þessu, þetta var erfitt í það. Já, það eru 2 eftir. Já, 2 eftir mér, en svo er það þannig, til að bæta hans við það, svo er það þannig að sko allstaðir í kringum okkur, Íslendingar eru að eignast börn rosalega snemma. Já. Þú veist, ef þú fært bara til Danmörkur eða til London eða eitthvað, þá er fólk ekki að hendi börn fyrir bara svona kannski 35-40. Já, ég meina, ég var nú ekki snemmið í. Nei, þú mútt búin að lík geta fengið það. Já, þetta náttúrulega gengur ekki, sko. Ég myndi ekki vilja vera gaurið sem fatta það. En það er ekki, þú veist, þetta er ekki nýbúin að drepast á það. Já, lítur að vera. En allavega, lík geta fengið það. Það er rosalega spes. Já, það er rosa. Ég skil ekki hvernig. Og hver testaði þetta? Það er eitthvað sem ég vil bara ekki vita. Hvernig kom hann með þá kenningu bara, herru, lík geta fengið það, hvernig veistu? Hann hefur dælt. Hættu þessu. Þú liggur á bekk í líkhúsi og það er bara einhver ættingi að hrista þig eða? Hvað er að gerast? Hvernig var þessi konu gerð? Nei, svo var kannski bara eitthvað sem sá einhvern fáða bara dáinn, ég veit það ekki. Þú veist, við erum ykkur vinnur hans, þetta er Siggi hérna, ég ætla að gefa hann síðasta hreistingi sin. Nei, það er ekkert að vera þetta að vera náriðill, en þetta er eitthvað ógæslegt. Þú þarft að fara að skoða þessa síður sem hún kíkir á, þetta er ekki legit. Það er svo fyrir síðast að endursýningar Friends þjána yfir $1 miljard á ári og hver leikari fær 2% af því eða $20 miljónir á ári. Þannig að Jennifer Aniston og Matthew Perry. Var þetta ekki vinsælta serían á Netflix 2019? Spáði það, þau eru ennþá að fá $20 miljónir á ári frá að leiki í Friends fyrir 15 ára. Samt er fólk að tala um að þetta sé ósmekklegt í dag af því að tímandi voru öðru sig. Já, það er mest að horse manure. Ég fór ekki svona væg, horfðu bara á þættin og hafðu gaman á. Ég meina líka, sama hvað tekur, bíómyndir, sjónvarpsþætti, bækur, að þú ert að lesa eða horfa á eitthvað sem er orðið 20 ára gamalt eða eitthvað, það er bara í takti þann tíma. Þú getur ekki einhvern veginn, þetta er ósækjandi að dæma þetta. Það töði yfir öllu. En síðan alltaf sko hérna var að koma tweet hérna frá Chandler Bing á tweet og hann sagði Matthew Perry sagði big news coming ... Þetta tweet kom bara í morgun og það búið að keirast inn likes-in á það og ég, þú veist, basically segið sjálft, er ekki að fara að koma seria, allir sömuleikarnir, orðnir eldri. Ég kaupa ekki. Ég sá viðtal við kannski bara big news og honum, hann er að fara að leika í einhverju bíómynd. Nei, veist, þá segir hann ekki, ef hann er að fara að leika í einhverju bíómynd, þá segir hann ekki big news coming. En ég las við ég get lofa því, með hvað þetta er rakjón á Netflix, það er alltaf eitthvað gæðis, hörru, djúbitt alltaf vinsælt. Búið þetta til. Ef það er cash í þessu, if it makes money, it makes sense. Það var nýtt viðtal við David Schwimmer bara núna hann sagði þetta myndi aldrei gerast. Já, síðan hefur rúlað hérna svona mið á hann, þetta er upp aðeins og fær gamli, hefur ekki ég klár hjólum í þetta. Það er verið að bjóða þeim svona 10 sem hærru upp að heldur en þeir eru tilbúin að geta skít og setja mömmu okkur og pappa nakin á bakið og okkur fyrir minni upp að ég myndi samt ég myndi ekki vilja fá samt aðra serju, skilur þú? Það hefur þetta skrifað vel og hérna, og þau eru fullorinn. Big News Coming hjá honum er komið í 60.000 like og þetta settur 14 klukkutími síðan
Þú veist Mér finnst bara svo seríur eins og Seinfeld og Friends og svona sem voru bara klassiska seríur og svona, þetta á bara að fá að vera það sem þetta er. Og kommentin eru öll svona gif úr Friends, eðlilega fólk heldur að þetta sé það sko. Ég peppa þetta vel. Spáði lettánunu ef þetta er svo bara eitthvað bíómynd í honum eitthvað. En ég spyr, hvað er þess að kæfta þetta, drengir? Hann ekki sem vistu pörunu ballaus, kynlíf, losa, stípla, nef, 300, kynlíf veiði 360 kaloríum, fólk getur dáið út á sálblettum, þú getur ekki drukkið og pissað á sama tíma, kynlíf og áfengi er besta leiðin að hamingju, lík geta fengið á endursýningafrend því að meira milljarð. Sko, mér finnst, sko, Egill, ég er sko að segja hristingar, losa, stípla, nef. Já, ég ætla að tala um að sko, það er stípla nefið, það er líkið og það eru sólblettir sem ég er aðeins að Ég segja að þú veist, það væri, menn, læknar myndu segja bara fólk með stíplaður, fara heim að hristu þig, eða það væri hannig, ef ég segja þetta sem mann gjör. Já, ég ætla að segja að sólblettir geta ekki dreipið þig. Bæði rangt, þú getur alveg pissað og drukkið á samtíma. Ég þegar hlusta á FM 957, það er fössari, menn eru léttir, ljúfur og kátir, menn eru að lyfta sér upp núna. Já. Í limmu. Það er svo þess. Við veitum það ekki. Já, ég minna þú veist, þú ert náttúrulega búin að vera að skemma ferðina hægt og rólega í allan dag. Ég er ekki að petta það fyrir, ég var að veikina. Þannig að maður er ekki að petta. Nei, við erum ekkert í limmu, herðu, klukkan við erum á leiðin á Seinfeld. Já, við erum ennþá í New York. Það er bara gaman hjá okkur núna. Hættu þessu. En eru við ekki að fara að augljósa núna? Herru, það eru augljósa staðreyndir. Já, ég er peppaður. Já, það er komið að þeim og þær eru rosalega augljósar og ég er helvíti spenntur fyrir þeim og já, það er ekki eftir neina að bíða. Auðun, ég ætla að bíða þig um að setja á Mr. Selfridge bettan. Já, ég er nú bara búin að tína honum. Nei, ég finna hann hérna. Finna hann, að sjá, þarna og er hann í botni. Það er svo mikilvægt að hafa hann hátt stiltan. Já, þetta er alveg nú hátt. Þarna er þetta og ég er komin í geggjaðagýr. Auðun, þú náttúrulega þekkir reglurnar. Já, ég þarf að horfa í augun að þér. Já, fylgjast með mér. Já, ég er að því núna. Já. Herru, þá er bara komið að augljósum staðrendum. Já. Ég vil ekki bara keyra þetta inn. Jú. Ok, við kýrstum einn að bíða. Fyrsta augljósa staðrend dagsins og hún hljómar svona og hlustiði mjög vel. Verkfærið hamar fer ekki í sleik. Það er svona þig. Það er ekki góð. Já, það er alltaf lægi. Hún er ekki með tungu, sko. Hver? Hamarinn. Já, hann hamarinn. Já, hann er ekki með tungu. En mástu þegar að Miley Cyrus sleikti sleggju þarna í myndbandinu sem er eiginlega svo það er svo hamar. Já. Þá var hún í sleik við hamar. Já, þú veist, hann var ekki. það er þetta bara rauk fyrir að sá hamar hafi verið í sleik. Ok, hann var. Er þetta góður punktur í okkur? Nei, ég er bara hann var ekki með tungu. Nei. En í þessu myndbandi sleggjan var í sleik, þannig að hún hefði annars getið verið með hamar og í sleik við hamar. Ekki fara að skemma. Nei, ég er ekki að skemma neitt. Já, ég ætla að halda áfram. Þá er komið annari augljósu staðrend dagsins og hún hljóma svona: flóðhestar fara ekki á trúnó. Sem er mjög augljós staðrend. Það getur sagt, sko. Nei, það getur ekki. Jó, dýr fara á trúnó. Ég hef verið með sturla staðrend um það. Nei. Jú. Þetta segir mér að flóðhestar séu blindfullir á trúnó. Nei, það er ekki blindfullir. Já, nei. Það er, ég held að með þess að fílar fara á trúnó. Nei, Ég er ekki að ljúa. Ég er ekki að reyna eðildi fyrir ennum. Þú ert að því. Nei, sko, en Steindór, sko, blöð er sérfræðingur í sturlu staðröndum. Já, ok, flott. Það er bara. En kannski ekki flóðhestar. En það sem ég að segja er að þetta er samt pínu vitlaustjóður af því að ég held að það sé alveg pottið að fílar fara á trúnó. Já, ok, þá ætla ég að taka næstu. Þriðja, ok, strákar, hlustið aðeins. Þá er komið að þriðju augljósu staðurinn dagsins og hún hljómar einhvern veginn svona: batteri drekka ekki. Ok, það er ágætt. Þú er ekki séð batteri drekka áfengi. Nei. Drekka ekki áfengi. En sko, setur þið í. Þú ert að reyna fyrir. Nei, bara setur þið í vatn. Já. Þá drekkaðu glas í sig vökvann. Já, batteri drekka í sig vatn, það er alveg rétt. Þau drekka ekki svo þess. Þú ert að tala um þessi á skemmtustöðum. Já, með munn og. Batteri drekka ekki? Nei, drekka í sig vatn samt. Drekka í sig vatn. Shit, hvað er það? Nú er ég bara þeir eru ekki aðeins að leið. Er það að reyna? Er það að reyna að skemma? Nei. Við getum ekki verið að reyna að skemma. Það er bara. Það drekka ekki. Máli, eins og dagskurlið eftir yfirlt með jámenn. Rikki hlær og öllu og allir hlæja. Batteri drekka ekki. Þú vorst að segja batteri drekka ekki áfengi eða skemmta sér ekki, fattar þú? Já, batteri. Ég hló fyrst, mér finnst það fyndi, en batteri, þetta er alveg rétt sjökli. Þau drekki sér hérna vatn. Ok, ég ætla að taka, það er næsta. Ok.
Þá er komið að fjórðu augljósu. Ég er að detta úr stuði sko. Nei. Vertu með okay, þetta er ekki hægt að tengja þetta við neitt Fjórða augljósa staðreynd dagsins og hún hljómar svona: býflugur taka ekki í vöruna. Sem er 100% ekki hægt að segja þeir gera. Ég gerði það ekki. Ég gerði þessa. Það taka ekki í vöruna. Nei, en þú veist, þú getur sett satt vör á borð og verið mökkaður og býfluga kemur og... Það taka ekki í vöruna. Það er ekki með í vörunni. Við getum ekki skemmt þessa. Nei. Þetta er líka stundin það. Þetta er augljóstaðar. Þetta er mjög augljóstaðar. Ég hef aldrei sett býflugu með í vörunni. Þetta er kannski borða, þú veist, munntóbak. Þú setur ekki, treður ekki vöruna. Þá koma 50 augljósu staðreynd dagsins. Þessi var góð. 50 síðasta hljómar svona: Kóngulær panta ekki flöskuborð. Ekki svo steindi. Nei, ég hef aldrei sér kóngulær. Það geta verið á flöskuborði. Nei, það geta ekki. Það sem er hiti og það sem er sundlugar, þar eru kóngulær sko. Það pantaði ekki flöskuborði. Þú getur skriðið upp á borðið. Já, þá er það óbóðnar á hann. Það geta alveg verið á flöskuborði. Ok, þetta er bara síðan skiptið sem 5 ykkur í auðvitað. Þetta er alveg rétt. Sko, kóngulær geta alveg verið á flöskuborði. Það panti ekki flöskuborði. Nei, það panti ekki. Það er ekkert að skemmtist að segja við ætlum að fá eina flösku vodka hérna. Þetta var Þetta er skemmtilegur liður. Já, hann er það. Maður er varða, einu sinni. Það er ekki spurning. Nei, það er bara flott. Mátti gera í fílu. Nei, þið eru bara svo leiðilega. Þið eru að reyna að skemma það. Þú verður bara að vera með augljósa starinn sem er augljósa starinn. Já, það er augljósar. Kóngulær er ekki að panta flöskuborð. Nei, það er þetta alveg rétt. En það geta verið á flöskuborði. Shit. Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Gull léttöl kynni. Hlustendavelunin 2020. Hlustendur Access 977, FM 957 og Bylgjunar velja það sem stóð upp úr í íslenskri tónlist á síðasta ári. Hver var söngkona ársins, söngvari, nýliði? Hver var plata ársins eða lag ársins? Og hver var popflytjandi ársins eða rockflytjandi ársins? Engin dómnefnd fagfólks. Það eru eingöngu hlustendur sem kjósa. Kosningin er hafin á vísir.is. Flottasta tónlistarparti ársins verður svo haldið 4. mars þegar hlustendavelunin verða afhent í beinni útsendingu á Stöð 2 í opinni dagskrá frá Silfurbergi í Hörpu. Njóttu íslenskrar tónlistar og taktu þátt í hlustendavelununum 2020. Bylgjan, FM 957, Exið 977 og Stöð 2. Fyrir gullnar gæðastundir með vinunum. Það er okkar tími, okkar bjór. Gull léttöl. Ár bökunar á Safran. Allar bökur á 990 krónur ef þú sækir. Safran, einstakur bragðheimur. Á morgun verður reif í Hörpu með Uppsami frá Hollandi og Pluto DJs. Sjáumst á dansgólfinu. Miðasala á harpa.is/vetrablót. Landsbókin, Harpa og Smirnoff. We want to get loaded and we want to have a good time. Secret Solstice tónlistarhátíðin fyrir fram 27. til 28. júni. Framkoma Cypress Hill, TLC, Primal Scream, Lil Pump, Medusa, Ríkard. Miðasala á secretsolstice.is. Vonandi þessi símitríður. Viss farsímatryggingar. Gómsæt og gírnileg ketosalödd. Fresco, Suðurlandsbraut 4, Bláósunum Faxafinni og Dalshrauni 13 Hafnarfirði. Á göngu, á hlaupum, á skautum, á skíðum, í skínandi veðri, í éljum og hríðum, á spjalli, á rabbi, í ró og í næði, í rigningaskúrum, í sól eða bæði. Hálsmólar, meðal okkar allra. Nú í nýjum endurlokanlegum umbúðum. Nói Sirius. 12,2 miljardar á stóra sviðin í Evrópu. 12,2! Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni. Alla föstudaga. Gucci, Gucci, Gucci. Komdu með krútið. Það er biti fyrir börnin í öllum verslunum. Krónan. Hver eldar í kvöld? Láttu okkur sjá kvöldmatinn. Nings og kroppurinn blómstrar. Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Alla föstudaga. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg léttöl. FM.
Með ykkur á þessum föstudegi, já ekki mikið lengur. Það eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur FM 95 Blöð í þessu droppi eins og við köllum þetta. Því að, já eins og áður við komið fram í þættinum og þá erum við stættir erlendis núna, drengindir. Þannig að þetta var svona podcast FM 95 Blöð í dag. Ég vona þessu báður velu. Já, ég var búin að lofa þér að sína Atlantic City í sannri mynd. Réttu ljósi. Já, svo held ég að það tengi nú bara allir hlustendur við, alveg sama hvað þú ert með vinuðinu þá gaman. Við getum alveg verið að fara til Grænlands og skemmt okkur. Þið vitið að Instagram svolítið, fólk ofta að mála svona eitthvað svona veruleika sem kannski ekki endilega sem í gangi eða svona fallegi rammar og allt fullkomið. Ég oft sé fólk skælbrosandi á mynd á Instagram, tekur svo síma sem bara í fílu og reyna, það ekki svona mikið stemming. Sýnið bara þjóðinni svo ógeðsluðu borg. Ég vil meina samt og sé ekki að ógeðsluðu þeir segi. Ég leiðu fólkinu að dæma. Það er léttilegt að taka flotta myndir Við tókum nokkuð góð myndir í fyrra og Sunshine líka nokkra daga. Hún var alltaf í mæ síðan. En við erum ekki mikið að fara að rölda borgina. Ég var rölda sem The Boardwalk og Downtown. Ef ég posta einhverjar mynd í ferðinni á Instagram með mér þá held ég að gera það í New York. En þið megið ekki vera með samt kamerun uppi á blassaborði. Ég vil líka bara ekki að fólk sjáu mig því þeim gýr. Jú, draginn. Það var ekki að fá mynda þú svona snýrið þig við að kamerunni og þú nær blassaborðinu og teppinu og öllu. Það væri rosalegt. Ég skal reyna að senda þér eitthvað svona. Hvernig er helginu þér? Það alltaf meistaramánuður og ég aðstoða fólk gegnum versiðuna fjarþjálfun.is. Þannig að ykkur fólk eru úti allar að gera þessi í febrúar, heyrið í mér. En ég er basically bara í því og býð eftir ykkur félónum. Þú ætlum að koma aftur heim og já, það er synd á að setja ekki með okkur. Ég ætla að fylgjast með ykkur líka. Ég vil alltaf vera með okkur. Ég er búin að segja við huga bara 2021 ferðin, álega spilafíklaferðin eitthvað staðar annar staðar í heiminum en AC og hann má bóka mér núna. Já, ég tek undir það. Þetta er lokaferðin, þannig að þú skalt njóta þess að vera þarna núna Steindi. Við förum ekki þarna aftur. En við verðum mættir hér aftur næsta föstudag með fullan bát og í þvílíkum gýr. Takk fyrir hlustunina í dag og eigið góða helgi. Og ég vona að rakiðin cash. Það er enga líkur. En ef þið gerir ekki þá er eitthvað skýt sem að þið er nóg til. Nei, erum ekki að fara gamlan. Þetta er bara þú setur eitthvað upp að sem þú tilbúin að tapa svo ferður svona helmingin yfir hana og þá ertu brjálaður. Þetta er alltaf sama helvítið sagan. Við erum að kvíða þessari ferð.